Góðan daginn og hjartanlega velkomin á haustráðstefnu Stjórnvísi. Aðalheiður heiti ég og er í stjórn Stjórnvísi. Er formaður Stjórnvísi. En við erum grasrótarsamtök og það eru 386 fyrirtæki og stofnanir aðilar að félaginu. En félagsmenn eru 3967. En allir eru að vinna að skapa hvetjandi vettvang fyrir faglega stjórnun og tengslamyndanar. En án fyrirtækjana og félagsmanna þá og styrktaraðila sem eru hér í dag þá værum við ekki eins öflug. En helsta auðlindin okkar er akkurat félagsmennirnir okkar og sem eru í faghópunum sem eru 22 talsins í dag, en það eru 200 manns sem eru að hittast reglulega og til að efla sitt fag og tryggja þróun og deila þekkingu. En það eru virkilega margir viðburðir framundan hjá okkur og það hafa bara eiginlega aldrei verið jafn margir viðburðir á dagskrá núna eins og í október og nóvember. En nú fer starfsemin nánast öll fram á netinu og þess vegna innleiddum við Teams, Microsoft Teams til þess að fólk geti átt samskipti og átt samvinnutól á netinu til að geta deilt skjölum, hugmyndum og átt í auðveldari samskiptum. En að sjálfsögðu eins og með allar innleiðingar að þá eru alltaf einhverjir hnökrar. En við erum að finna út í því saman og það er einmitt það sem er svo gaman við þetta að gera það saman og það er alltaf eitthvað að koma upp en við finnum út í því. En sjálf brenn ég fyrir þátttöku félagsmanna, starfsfólks og viðskiptavina og það er svo mikilvægt að hafa traust og gagnsæi sem að þannig að þess vegna eru við til dæmis með mælaborð og því get ég talið upp nákvæmar tölur hvað eru margir félagsmenn og slíkt. En mér langar svolítið að við getum farið að finna upp hjólið saman og sparað okkur þannig tíma og fjármagn. En við getum líka spurt okkur spurninga eins og hvernig getum við skarað fram úr saman. Þannig en eitt af fyrstu verkefnum Stjórnvísi það er að velja þema ársins og við vorum með alveg bara fjölmörg atriði á lista en leið og orðið aðlögun kom upp að þá var ekki aftur snúið. Þar sem að það eru ávallt svo margar áskoranir og þá sérstaklega í ár að aðlagast nýjum og breyttum aðstæðum. En það er svo margt að breytast bara persónuleg þjónustuupplifun, hvernig er hún í dag? Hvernig kemur fram á viðburðum og mannleg samskipti. Þetta er allt sem að tengist bara hvernig aðlögun. Þannig en við höfum svo sannarlega verið að aðlagast hér hjá Stjórnvísi og til dæmis þá var þessi viðburður fyrst upprunalega bókaður á Grand Hotel með veitingar og sal fyrir 250 manns en nú er nánast enginn í salnum nema tæknimenn og þá þurfum við auðvitað að aðlagast öllum aðstæðum og einnig ætlum við að halda panelumræður en við ákváðum að sleppa því bara núna nýlega í ljósi aðstæðna. En þess í stað líka erum við að nota tæknina og sem við gerum í fyrra líka að við erum að spyrja alla á netinu hvað að lærdóm þeir eru að taka af erindunum frá fyrirlesurum. En Þórana, ráðstefnustjóri, fer betur yfir það. En við þurfum öll að aðlagast og þetta er ekkert grín. Því að það bara getur haft alvarlegar afleiðingar ef að við erum ekki að aðlagast. Og því kom hann Stefán Hrafn sem er með okkur í stjórn, sem er samskiptastjóri Landspítalans með yfirskriftina aðlögun eða andlát. Og þetta er svolítið alvarlegt. En sjálfsögðu er ekki alltaf, hafa ekki allir val
hvort hvernig það fer, en við getum valið okkur viðhorf líka og aðlagast. Þannig að það bara það sem við verðum að gera í dag. Til þess að verða, við trúum að einstaklingar og vinnustæðir þurfi til að halda í við markaðinn að vera sveigjanleg í rekstri og þróast til að vera samkeppnishæf og hreinlega halda velli í kófinu. En ég hlakka virkilega til að hlusta á reynsluboltana hérna í dag sem að koma upp og tengja sín erindi við aðlögun. En mig langar að kynna hana Þórunni Jónsdóttir hér upp í pontu, en við erum svo heppin að hafa fengið hana í lið með okkur og hún markas- og kynningafulltrúi, stjóri hjá Samtökum verslunar og þjónustu og svona sannkallað kameljón. Hún er upprunalega lærði söng og leiklist í London og vann við það, en síðan snér hún algjörlega við og fór í MBA-nám og búin að starfa sem mentor, ráðgjafi, verkefnastjóri og allt á markaðsmála, nýsköpunar og slíkt. Þannig að mér langar að bjóða hana hjartanlega velkomna. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Það eru þessi óvenjulegu handbrögð við viðburði þessa dagana. Þannig að við byrjum svona og lætur enginn sér svo sem bregða árið 2020 að þetta sé það sem gert á milli fyrirlesara. Góðan daginn, já, velkomin að skjánum, Þórunn heiti ég. Það sannur heiður að fá að stýra þessari ráðstefnu í dag og það enn skemmtilegra þar sem að umræðuefni stendur hjarta mínu mjög nær. Það eru nefnilega ekki margir hlutir sem eru öruggir í lífinu. Það eru svona það bil 3. Það eru skattar, það dauðinn og það að það breytist alltaf. En í dag hins vegar eru hlutirnir að breytast miklu hraðar og hraðinn bara að aukast og við manneskjan erum ekki vön því sem að gerast núna og við verðum að hlaupa til þess að halda í. Þannig að við stöndum í rauninni bara frammi fyrir 2 valkostum. Við getum verið eins og músin í bókinni góðu Who Moved My Cheese, sem að þegar að hún fann ekki lengur osthauginn sinn, þá settist hún á rassinn og tuðaði og kvartaði og kveinaði og sat bara sem fastast og hvað gerðist? Jú, á endanum þá náttúrulega bara drafst hún úr hor. Eða að vera eins og vinur hennar sem að fannst þetta bara svolítið spennandi, osturinn væri farinn, þá bara förum við aftur út í völundarhúsið og sjáum lífið sem það ævintýri sem það og höfum bara gaman af því að hefja aftur ferðalagið völundarhúsið og leita að nýjum osti. Að aðlagast breytingum, fagna áskoruninni og eiga möguleika á löngu og skemmtilegu og spennandi lífi í sífelldri leit að nýjum ostum. Ég veit hvaða mús ég vil vera, spurningin hver þú vilt vera. Ég held mér sé óhætt að fullyrða að fyrirlesararnir hérna í dag eru allt mýs sem að ég myndi hafa mjög gaman af því að fara völundarhúsið með í leit að osti. Þetta bara hið skemmtilegasta ferð. Við byrjum ferðalagið með Hrund Gunnsteinsdóttur hjá Festu. Svo ætlum við að fá innsýn í völundarhúsið sem Landspítalinn með Ólafi Baldursyni sem framkvæmdastjóri lækninga þar. Við ætlum að flytja okkur síðan yfir í alþjóðlega vöruhúsið Marel með Guðbjörgu Heiðu Guðmundsdóttir, en hún situr þar í aðalframkvæmdastjórn. Og svo tökum við smá pásu, fyllum á kaffibollan, áður heldur en Darri Atlason, körfuboltaþjálfari og yfirmaður viðskiptaþróunar hjá sprotafyrirtækinu Lucinity kemur og síðasti ræðumaður dagsins hinn þekkti raðfrumkvöðull Hjálmar Gíslason hjá Grid. Eftir hvert erindi þá munum við taka nokkra mínútur til þess að íhuga þann lærdóm sem við getum dregið af erindinu og skella okkur inn á það sem heitir Slido. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins hvernig það virkar. Þið sjáið, ætlum að sýna til dæmis þegar að Hrund verður búin og þá getið þið séð þennan skjá hvaða lærdóm dregur eftir erindi Hrundar. Biðja ykkur að setja þar inn hvað það að læra. Þið getið líka alltaf
farið hérna og spurt spurninga og bara ég hveti ykkur til þess að gera það bara jafnóðum leið og þær koma upp í kollinn og það ekki bara safnast inn í kerfið, heldur getið séð þær spurningar sem aðrir eru að spurja og kosið ef það eitthvað svona sérstaklega spennandi spurningar sem þið endilega viljið fá svör við. Við getum ekki lofað því að það verði hægt að ná að spyrja allra en við getum þá náða að forgangsraða spurningunum eftir vinsældum. Eins og aðalheiður sagði hérna áðan að þá náttúrulega ýmislegt breytt. Við ætluðum að vera með panelumræður í lokin sem að verða ekki svona til þess að gæta ýtrustu sóttvarna en í staðinn að þá verður hægt að spyrja hvern og einn fyrirlesara. Til þess að fara hérna inn, þá sjáu þið hérna á skjánum, þið farið inn á slido.com og þar sem að stendur event code, setið inn aðlögun og smellið svo einfallega á join og þá komist þið inn í kerfið. Þannig ég hveti ykkur endilega núna til þess að taka þessa hálfu mínútu eða svo til þess að fara þarna inn og vera bara klár í slaginn. Á meðan ég kynni inn fyrsta fyrirlesarann, ég held að sé komin tíma að vinda okkur í þetta. Fyrsti ræðumaður dagsins Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Festu, sem miðstöð sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Hún hefur komið ansi víða við. Hún mannfræðingur frá Háskóla Íslands og með mastersgráðu í þróunarfræðum frá London School of Economics, diplóma í leiðtogafræðum og opinberri stjórnsýslu frá Harvard Kennedy School og hefur stundað nám í leiðtogafræðum og stjórnum við Yale, Stanford og Oxford. Hún búin að læra eitt og annað í gegnum tíðina. Hún hefur líka víðtæka ráðgjafar stjórnunarreynslu, bæði hérlendis og á alþjóðlegum vettvangi, auk þess að hafa stundað frumkvöðlastörf á sviði menntunar, sjálfbærni og framtíðarfræða og fyrrverandi stjórnarformaður Tækniþróunarsjóðs. Hrund í sérfræðingahópi Alþjóðahagfræðiráðsins eða World Economic Forum á sviðum eins og ábyrgum fjárfestingum, fjórðu iðnbyltingunni, nýsköpun og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. En hún fékk einmitt æviráðningu hjá Sameinuðu þjóðunum en sagði upp árið 2004. Svona eins og maður gerir þegar maður fær æviráðningu hjá Sameinuðu þjóðunum. En hún starfar þá enn þar sem ráðgjafi af og til. Eins og Sönnu Kamiljóni sæmir viðskiptalífið og heimsmálin ekki eini vettvangurinn þar sem Hrund hefur látið til sín taka, heldur hefur hún einnig starfað á sviði lista, meðal annars sem leikritahöfundur og kvikmyndaleikstjóri. Hún handritahöfundur og einn af 2 leikstjórum Innsæi, eða The Sea Within, sem hefur verið sýnd allan heim og má meðal annars finna á Netflix. Þessi óhætt að segja að hún aðlagast ýmsum aðstæðum. En hún var líka valin hjá World Economic Forum. Árið 2011 var hún valin Young Global Leader og 2017 var hún valin Cultural Leader. Hún líka Yale Greenberg World Fellow. Ég held að ég sé búin að ná sælli. Erindið hennar ber yfirskriftina við, heimurinn og þetta einstaka tækifæri og fjallar breyttan heim, hvernig COVID-19 spilar inn í þróunina og hvers konar tækifæri og áskoranir blasa við. Ég ætla að bjóða hana innilega velkomna, hvet ykkur til að hafa slidoið ready og þá bara vindum við okkur í þetta. Hér hún. Svona. Glæsilegt, takk fyrir. Já, takk fyrir þessa löngu kynningu. Ég nota skó númer 41, fyrir þá sem vilja vita það. Við heimurinn og þetta einstaka tækifæri, mér langar bara að þakka fyrir að fá að tala þetta í dag og til hamingju með daginn og með þessa flottu haustráðstefnu stjórnvísis. Ég var beðin að tala út frá stóru myndinni og sjálfbærni, hvaða skref það eru sem stjórnendur geta tekið í dag og hvernig við getum lagt okkar að mörkum. Og áður en ég fer svolítið dýpri þær pælingar þá langar mig að draga saman smá fókus. Það sem við þurfum að gera og það sem mun skapa okkur einstök tækifæri í annars risavaksinni áskorun sem við erum að lifa núna að hugsa til langs tíma, skilja samhengi hlutana, til dæmis hvernig vara eða þjónusta hefur áhrif á líf hér og annars staðar á jörðinni, að skilja þróunina í heiminum, að hafa svolítið
puttan á púlsunum í heiminum og að lokum að hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Sjálfbær þróun felur í sér jafnvægi á milli efnahags, samfélags og náttúru. En hvað höfum við lært það sem af þessu ári? Hvað hefur COVID-19 kennt okkur? Kannski bara til að byrja með þá var COVID-19 fyrirsjáanlegu faraldur. Og þetta rosalega mikilvægur punktur vegna þess að hann fær okkur svolítið til að hugsa það hvaðan við fáum upplýsingarnar sem við byggjum ákvarðanir okkar á. Fundir, ráðstefnur, hermiæfingar sem heitir á ensku simulation exercise höfðu farið fram síðustu 5 árin og alveg sérstaklega árið 2019 og undir lok árs til þess að undirbúa atvinnulíf, leiðtoga, frumkvöðla, vísindamenn undir heimsfaraldur. Þetta var gert bæði í lokuðum herbyggjum og ráðstefnusölum en líka á netinu og voru opið fyrir fólk út allan heim. Eina af skýrslunum sem varaði við og fór yfir þessi mál var Heimur í hættu sem kom út af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og Alþjóðabankastofnununum og segir í feitletruðum stöfum: við heiminum blasir bráð hætta, þetta var í september 2019, á alvarlegum svæðisbundnum eða alþjóðlegum faraldri sem mun ekki einungis valda mörgum dauðsföllum, heldur setja hagkerfin í uppnám og skapa samfélagslega óreiðu. Þannig að þegar leiðtogar tala svarta svaninn, þetta kom okkur algjörlega opna skjöldu, að þá gerði það í raunin ekki. Þetta fjallar svolítið bara hvernig samtal við eigum og hvernig við plöggum okkur inn í heiminn sem við búum í. Það var líka fyrirsjáanlegt að það kæmi önnur bylgja eða aðrar bylgjur til dæmis í haust út af breyttu hitastigi. Þannig að hvernig undirbyggum við okkur fyrir það og hvernig ætlum við að draga lærdóm af þessu kannski andvaraleysi eða bara reynslunni sem við höfum farið í gegnum á þessu ári. Og hvað með áskoranir á svipuðum skala því þær eru þarna, þær eru ekkert að fara neitt. Byrja á því augljósa, það loftslagsváin. COVID-19 hefur fært okkur nær held í loftslagsvánni og maður finnur það á umræðu út allan heim og oft bara á fólki að veiran komin heim til okkar og veiran tengist ágangi mannfólks á náttúruna, villta náttúru og hversu nálægt við förum henni, þannig verða faraldrar mörguleyti til og þannig verður loftslagsváin líka gerir okkur betur grein fyrir loftslagsvánni. Hún er algjörlega við dyrnar hjá okkur. Og við skiljum hugsalegin á Íslandi að við erum ekki eyland nema þá kannski landafræðilegum skilningi, en samt eiginlega ekki vegna þess að hafið í kringum okkur er algjörlega landamæralaust, það er að hlýna og það er að súrna. Það sem er líka mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir akkurat núna er að við búum mjög nálægt norðurpólnum og hann bráðnar núna hraðar eða jafnhratt á síðustu 10 árum og hann gerði á síðustu 100 árunum þar á undan. Hann bráðnar 6 sinnum hraðar í dag heldur en hann gerði í lok síðustu aldar eða á 10. áratug síðustu aldar. Á hverjum degi bráðnar svo mikill ís á norðurpólnum að vatnið sem verður til getur haldið upp í New York borg fyrir vatnsforða í heilt ár. Ísinn á norðurskautinu er verndar svona hula yfir jörðinni og það er svo mikilvægt að við áttum okkur á þessu vegna þess að því hraðar sem ísinn bráðnar, því meiri hröðun verður á hlýnun jarðar vegna þess að ísinn gegnir því hlutverki að varpa hitanum aftur upp í loftið, út í geiminn í rauninni. Og eitt í viðbót að þegar við tölum til dæmis hlýnun 1,5 gráðu samkvæmt Parísarsamkomulaginu, þá þýðir það 2 til 3 sinnum hærra hitastig fyrir okkur hér að því að við tilheyrum norðurskautinni. Og ástæðan fyrir ég að segja þetta allt er að því ég spyr mig oft, hvað erum við hérna á Íslandi að gera? Hvað er vísindafólk, tæknifólk, fjárfestar og aðra að gera saman í sameiningu, í samtali til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, takast á við þetta á mjög heildrænan hátt vegna þess að þegar þetta kikkar inn þá gerist það mjög hratt. Og við reiðum okkur mjög mikið á vistkerfi í hafinu kringum okkur.
Á þessu ári mjög kallað eftir meiri grænum fjárfestingum. Það er búið að kalla eftir þessu að stærstu fjárfestingasögum í heimi, leiðtogum ríkja, fjölmargir hafa fylgt sér saman að skrifa bréf og yfirlýsingar til þess að undirstrika þetta. Það hefur verið meiri athygli á vaxandi ójöfnuð, félagslega þætti í stjórnun fyrirtækja og góða stjórnarhætti. Og í rauninni eru fyrirtæki, atvinnulíf og samfélagið allt að færa sér nær markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Mér finnst þetta svolítið mikilvægur punktur, og ég er aftur komin í það bara hvernig upplýsingar söngum við okkur sem stjórnendur. Vegna þess að það er svo margt sem Sameinuðu þjóðannar hafa verið að skrifa í 20-30 ár sem við erum núna að vakna upp við. Stóra ákallið að við færum okkur yfir í sjálfbæran heim á sviði efnahags, samfélags og náttúru. Að þetta sé í rauninni grundvallarsjónarmið í rekstri velferðarkerfisins og hverskis rekstrar eininga í rauninni. Þannig að þeir stjórnendur, og ég nefni bara Paul Polman sem dæmi, hann er svona í þekktasti forstjóri stórfyrirtækis sem er Unilever, hann reyndar hætti þar fyrir ári síðan, sem hefur hvað mest talað bara nánast eins og hann sé hlutverki aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Hann er rosalega meðvitaður alþjóðlegar áskoranir. Þannig að stjórnendur eins og hann hafa fylgst mjög mikið með umræðinu á vettvangi Sameinuðu þjóðanna eða alþjóðlega stofnana sem taka svona heildarmyndina saman og hjálpa okkur að átta okkur á því hvaða straumar og stefnur í gangi. Og aðilega eins og hann hafa vitað að loftslagsváin skapar áhættur og gerir verðlagið sem við búum við óraunhæft og að við þurfum meira að taka loftslagsvána inn í áhættumat, í fjárfestingum og rekstri fyrirtækja. Hafa vitað að þunglindi er ein helsta orsök örorku og veikinda í heiminum. Hvað erum við að gera í því? Að ágengja auðlindir jarðar gengur ekki og kallar á að við færumst úr línulegu hagkerfi yfir í hringrásarhagkerfi. Og þetta er eitt af stóru áhersluatriðunum hjá Evrópusambandinu í dag og skilaboðin þess að við náum aldrei markmiðum loftslagsmarkmiðunum okkar nema við færumst yfir í hringrásarhagkerfi. Og svona get ég áfram talað. Rosa hræst. Yfirskriftin aðlögun, andlát eða endurstilling og ástæðin fyrir ég seti orðið endurstilling og ég kalla eftir betri þýðingu á yfirskriftinni The Great Reset. Þetta er svona regnhlífa hugtak sem að World Economic Forum eða Alþjóða efnahagsráðið og fleiri aðilar eru að vinna með og hafa sérstaklega verið að gefa í á þessu ári. Fjallar í rauninni að færa til þungamiðina í því hvernig við tökum ákvarðanir í því samhengi sem ég hef verið að tala hingað til. Og ég ætla að taka saman bara 7 skref sem er einhvers konar samantekt sem aðri aðilar hafa tekið saman og ég hér í mikilli styttingu í dag sem að stjórnendur þurfa að hafa í huga. Hvort sem að stjórnendur fyrirtækja, háskóla, skóla, ríkja eða annara skipulagsheilda. Með COVID-19 höfum við farið í gegnum eins konar hraðal. Við erum að læra rosalega hratt og við erum að sjá betur en fyrr og skemmri tíma hvað má betur fara og hvar tækifæri liggja. Það var aðeins svona einmitt fært til þungamiðjan í það hvernig við metum hlutina líka. 7 eftirfarandi skref, stóru strókurnar. Í fyrsta lagi erum við að færa okkur yfir í hagkerfi hagaðila. Ég vildi að ég ætti skemmtilega orðið yfir þetta er svolítið svona þurrt og leiðilegt. Á ensku er þetta kallað stakeholder capitalism. Grunnurinn í þessu er bara sú tíð er liðin þar sem að markmið reksturs er að hámarka arðsemi hluthafanna. Í kjarnareksturs í dag er mikilvægt að hámarka verðmæti fyrir hagaðila. Samfélagið sem tengist rekstrinum, þá sem hafa áhrif á samfélagið og þá sem að reksturinn hefur áhrif á. Í öðru lagi þá er það umhverfið og náttúran. Það tala grænt hagkerfi, hringrásarhagkerfið og það er ekki, og lykilorðið er svolítið auðgandi áhrif á náttúruna. Náttúran hefur mist getu sín á nokkrum stigum til þess að endurnýja sig. Og þegar að það gerist, þá erum við í hættu stödd og þess vegna er svo mikilvægt að nýsköpun, tækniþróun, fyrirtæki, hugsunarháttur stuðli að því að hafa auðgandi áhrif á náttúruna. Og nýleg skýrsla kom út á þessu ári frá World Economic Forum meðal annars
sem að gengur út á það að tengja markmið tengt náttúrunni við fyrirtækjarekstur og þar því lýst yfir að slíkar áherslur og breytt viðskiptamódel gætu búið til 395 milljónir nýja starfa í heiminum fyrir árið 2030. Í þriðja lagi fjölþjóðlegt samstarf. Við sjáum bara hvernig heimsmálin eru núna og hvernig við erum að taka ákvarðanir allt frá því að díla við loftslagsvána eða opna landamæri. Það er mikla breytingar þar og mikil ólga. Þverfaglegt samstarf er alveg jafn mikilvægt að vinna saman að lausnum áskorana og bara samstarf og samtal almennt og þar megum við læra því hérna heima en auðvitað líka eins og út í heimi. Í fjórða lagi þá er fjármagnssúrefni. Fyrir það bil 2 vikum síðan þá var undirritið viljayfirlýsing sjálfbæra fjárfestingar hér á Íslandi, ríkisstjórn Íslands og aðilar sem fara fyrir 80% af fjármagni, undirrituðu viljayfirlýsingu sjálfbæra fjárfestingar og vísuðu þar í ramma, skapalón og lög sem að þau ætla að fara eftir. Þetta er einstakt að heimsvísu en þetta er tíðarandinn og þetta er að gerast víða og það er rosalega mikilvægt að við setjum fókusinn á akkurat þetta vegna þess að þær ákvarðanir sem við erum að taka í dag í tengslum við fjármagn eru risavaxnar og þær mun hafa áhrif á því hvernig Ísland mótar sem samfélag og atvinnulíf komandi ár. Það sem mér alltaf hugleiki líka er að við þurfum að hugsa meira til lengri tíma. En stærsti akkillesarhæll lýðræðisríkja í dag er að við hugsum bara 3-4 ár fram í tíman og svona skammsýnn hugsunarháttur er ekki að ná utan þessar stóru krísur. Og það sama á við fyrirtæki auðvitað. Þú veist, það er ársfjórðungsuppgjör en það er stundum hugsað lengra fram í tíman. En við þurfum öll að æfa okkur að hugsa til lengri tíma og stunda svona ígrunda rannsóknaraðferðir við því að búa til scenarios fyrir það hvernig framtíðin geti orðið til þess að undirbúa okkur fyrir það. Aftur bara þessu með Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðleg leiðarljós að vita hvað er að gerast í heiminum, að hafa puttan á púlsunum í því til þess að vita hvernig aðstæður eru sem við erum að vinna í og aftur við erum ekki eyland og þetta bara við alla í heiminum. Og síðan kannski að lokum að samfélagssáttmálinn. Þetta hefur verið umræðinni núna í svolítið mörg ár. Við þurfum að búa til nýjan samfélagssáttmála, ekki bara á Íslandi heldur út allan heim. Vegna þess að tækniþróun, fjórða iðnbyltingin, ýmsir aðrir þættir hafa valdið því að það þarf að endurskilgreina sáttmála milli fólks, náttúru, yfirvalda og peningavalds. Það sem að kannski mig langar til að undirstrika árin í hætti er í ólgusjó, í mikilli óvissu, þegar það eru líka ákveðin átök og ótti, að þá er stundum mikilvægast að leiðarljósi að vita hver gildin okkar eru og hvert við viljum fara. Það hljómar einfalt, en ef við vitum það, þá verða allar ákvarðanir svo miklu auðveldari. Mark Carney er fyrrverandi seðlabankastjóri Englands og Kanada og hann er núna sérlegur erindreki fyrir loftslagsráðstefnuna sem verður á vettvangi Sameinuðu þjóðanna á næsta ári, átti að vera þessi ári, var færið yfir næsta ár. Hann segir mjög skýrt, þetta er ekkert flókið, fjármagnið þarf allt að fara í áttina að uppbyggilegu rekstri og samfélagssáttmálinn er í rauninni mjög skýr. Hvað vill fólk? 125 lönd og ég vísa í hann hafa skrifað undir markmið kolefnisjöfnun. Samfélagin er að segja okkur að þetta sé markmiðið. Það er þá hlutverk markaðarins að finna bestu leiðina til þess að ná þessu markmiði. Og þið sjáu bara hvernig þungamiðjan hefur færst líka yfir á markaðinn, fyrirtæki, fjármagnseigendur, ekki bara yfirvöld ríkja. Þannig að samstarfið þarna milli er líka svo gríðarlega mikilvægt. Og þessar breytingar sem þurfa að eiga sér stað á öllum stöðum, hraði einkageirans og hægagangur hins opinbera er eitthvað sem þarf að brúa. Kannski bara eitt að lokum líka. Mark Carney á nýlegum fundi hjá World Economic Forum þar sem hann fór yfir þessi mál, þá sagði hann líka bara, og ég ætla bara að miðla því áfram til ykkar stjórnenda, farið vel með ykkur. Hugið vel að andlegri og líkamlegri heilsu vegna þess að við þurfum svo sannarlega á seikluna að halda og hún byrjar hér og vonandi smitast út í allt sem við gerum og ákveðum og hvernig sýn við setjum okkur. Takk fyrir mig. Já, hvað fannst ykkur þetta?
hvað þetta að vekja hjá ykkur hugsanir og annað? Nú hvetjum við ykkur til þess að skella ykkur inn á Slido-ið og deila með okkur hvað það er, hvaða lærdóm þið hafið tekið með ykkur eftir erindir hundar og að samaskapi spurningar, ef það eru spurningar sem vakna, sem þið viljið beina til hennar. Hér koma nokkrar áhugaverða línur. Einhver dregur þar lærdóm að það sé ótrúleg sú tregða til að gera það sem þarf til hagsældar fyrir alla. Ég held að við getum mörg tekið undir það að það er svolítið erfitt að skilja oft hvers vegna það er svona erfitt að ná í gegn þessum hlutum sem eru góð fyrir okkur öll. Hérna segir líka, við erum öll samtengd í alþjóðlegu samhengi við hvort annað og jörðina sem við lifum á og við þurfum að haga okkur á hverjum tíma í samræmi við það með langtíma hugsun að leiðarljósi. Það er gott að frá þessi 7 skref til framþróunar sett fram og kærar þakkir til hundar. Hér er annar lærdómur, hversu mikilvægt er að hafa auðgandi áhrif á náttúruna sem gerir okkur, hversu mikilvægt er að hafa auðgandi áhrif á náttúruna sem gerir okkur sem á jörðinni búa kleift að búa við þau lífsskilyrði sem við höfum aðlagast lífin okkar á jörðinni. Hér segir einnig að það sé mikilvægt að endurstilla ákvarðanatöku okkar til þess að bregðast við loftslagsbreytingum og taka betri ákvarðanir út frá jafnvægi í sjálfbærni. Ég held að getum öll heilsugar tekið undir þetta. 7 skrefin eru greinilega að slá í gegn. Ánægja með þessu virkilega góðu hugvekju. Hér eru þakkir fyrir frábæra yfirferð og lagt áherslu á mikilvægt sé að allir séu upplýstir og hafi skýra yfirferð, samvinna og samstarf. Ég held að það sé einmitt góður lærdómur og von að við getum gert þetta. Það er náttúrulega alveg, ég held að er það ekki grundvöllurinn fyrir því að við höfum eitthvað kraft til þess að fara í þetta. Hér er ykkur sem bendir á hversu allir hafa verið sofandi fyrir vitneskjunni stöðuna sem við erum í núna og ég held að það sé eitt af því sem COVID hefur gefið okkur, því að það er alltaf gjöf í hlutunum, það er bara að finna hana, það er væntanlega það að hún vakt okkur svolítið. Stór viðfangsefni framundan sem allir þurfa að leggja sig fram að skilja og vinna að því að finna sjálfbærar lausnir til aðlögunar og endurreisnar. Og takk innilega Hrund. Það er þetta með samstarfið, það kemur greinilega sterkt í gegn mikilvægi samstarfs og hugarvakningar er óumdeilt, en það er líka nauðsynlegt að ræða fjárhagsliðin á þessu. Þetta verða dýrar breytingar. Þetta er svolítið áhugaverður punktur, væri nú svolítið gaman að heyra frá þér með þetta, en maður heyrir oft þetta með dýru breytingarnar, en oft maður fer að grafa í þetta, ef þú tekur business case þá hefur maður oft séð að í rauninni er þetta góður business. Og ef þessu rétt haldið á spöðunum þá er þetta eins og annað, jú það kannski þarf að fara í einhverja fjárfestingar í byrjun en það margborgar sig til lengri tíma litið og við erum kannski sem þjóð ekki svo besta í að líta á hlutina til lengri tíma, við erum loðir svolítið við okkur skammtíma hugsun, en ég held að mér sé óhætt að fullera það að ef við hugsum þetta til lengri tíma litið þá borgir þetta sig margfalt. Hér segir ykkur áhugavert að sjá að það var búið að spá og undirbúa heimsfaraldurinn en virtust samt allir koma af fjöllum og aftur þykir fólki 7 skrefin áhugaverð. Mikilvægi þess að vera með puttan á púlsinum, fylgjast með því sem er að gerast á heimsvísu og hugsa langt fram í tíman. Ég held að við getum öll bætt okkur í því. Og hér einmitt kemur punktur að það verði hægt að kveikja ljósin hjá fjármagnseigendum að rekstur fyrirtækja sé ekki bara meiri hagnaður og minni tekjur, meiri hagnaður og meiri tekjur væntanlega, eða minni útgjöld. Við verðum að vekja enn meiri athygli á hvatanum til að taka ábyrgð á umhverfis- og loftslagsmálum. Já, ég held að ég held að þetta sé mjög góð punktur. Þetta er bæði spurning að taka ábyrgð, en svo og sem markaðsmanneska þá veit maður það að þetta er meira minna what's in it for me. Þið getið kíkt á það sem er að koma í gegn annað. Ég ætla að sjá, það hafi ekkert verið að koma af
spurningum til Hrundar, þannig að við ætlum bara að vera róleg með að kíkja á það. Jú, það eru hérna 3. Ef ég má, örfár. Spurning til Hrundar, hvað getur hver og einn lagt af mörkum í samskiptasáttmálanum? Ég valdi ekki koma hérna til mín. Ég held bara, sko, í grunninn í hvað getur hver og einn lagt fram í samskiptum, bara að hvað miklu leyti er ég í dag að stuðla að því að eiga samtal við einhvern sem kemur úr ólíkri átt ef við erum á sömu vegferð. Hvernig samskipti á ég við fólk? Það einkennir stundum þrætuepli í samfélögum, það eru stór ego á meðan við þurfum kannski meiri fókus á að hugsa að hagsmunum heildarinnar og í svona átakafræðinni þá er það til dæmis mjög mikilvægur punktur, bara að hugsa aftur þessa sameiginlegu sýn til þess að halda fókus í samskiptunum og reyna að byggja brýr vegna þess að við þurfum svo miklu meira samstarf að halda heldur en við búum við núna. Á ég að fara í spurningu 2? Nei, ég held að við bara látum þetta duga. Við langar kannski bara að segja eitt að koma inn að spurninga á það með kostnaðinn. Já. Þetta er alls ekki bara spurningu kostnað, þetta er líka spurningu gríðarlega mikla tekjur. Við höfum reynsla því að fyrirtækjum hérlendis og erlendis að fara í meiri sjálfbærni rekstur sparar fullt af pening. Með tækniþróun og öðru þá getur við spara líka fullt af pening í rekstri og það eru alltaf fleiri og fleiri fyrirtæki í nýsköpun sem eru byggð í dag í kringu þann tilgang að takast á við áskoranir samtímans og gefa af sér mjög mikla tekjur. Þannig með langar aðeins að við hugsum meira tækifærin og ávinningin heldur en að þetta sé einhverju svona þungur dráttur. Já, algjörlega, tek heilshugar undir það. Ég held ég hafi einmitt verið að skoða gögn frá World Economic Forum sem var að tala mögulega tekjur upp á $4,5 billjónir til 2030 af hringrásarhagkerfinu. Nefnilega, og það er fullt af núllum að núti, alveg bara skriljón, billjón, triljónir í alls konar samhengi. Já. Fólk er bara að reyna að benda á að þetta er alls ekki bara kostnaður, þetta eru líka tekjur og atvinnusköp. Já, gríðarlegt tækifæri, gríðarlegt tækifæri. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Við höfum ábyggilega geta verið hérna og spjallað við Hrund í allan dag, en við erum með fleiri góða aðila í húsi. Við erum komin með til okkar hann Ólaf Baldursson. Hann er framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum. Hann er, og við nú, MD, PhD eða PhD, FRCP-edin og sérfræðingur í lyflækningum og lungnasjúkdómum, geri aðri betur. Hann útskrifaðist úr læknadeild HÍ og stundaði svo framhaldsnám í Bandaríkjunum, útskrifaðist þaðan aldamótin og lauk svo doktorsprófi frá Háskóla Íslands 2004. Það er PhD doktorskráðan, hann var náttúrulega orðinn doktor. Hann hefur starfað sem lungnalæknir, vísindamaður og kennari við Landspítala og Háskóla Íslands frá 2001 og sem framkvæmdastjóri lækninga frá 2009. Vísindarannsóknir Ólafs beinast að vörnum lungna gegn sýkingum og áreiti og hafa leitt til lyfjaþróunar á vegum sprotafyrirtækisins Epiendo Pharmaceuticals. Hann er árbæingur og vesturbæingur, talandi að þurfa að aðlaga sig. Hann er líka MR-ingur og hefur starfað innan björgunarsveitanna og klifrað á fjöll, en í dag finnur maður hann frekar hjólandi og í golfi. Það er ágætt. Hann mun í fyrirlestri sínum ræða hvernig flugmóðurskipið Landspítali hefur umbreytt og þróað starfsemi sína á undanförnum árum, þannig að spítalinn getur nú skotið út spýtbátum þegar ógnir steðja að og brugðist hratt við hópslysum, faröldrum og annarri vá. Ástæða þess að spítalinn gat brugðist við fyrstu bylgju COVID með skilvirkum hætti er þrotlaus undirbúningsvinna við málaflokka sem að þykja ekki léttleikandi eða spennandi umræðuefni dagsdaglega, sýkingavarnir, viðbragðsáætlanir, öryggismenning og gæðamál, vísindaþekking, þjálfun og hæfni starfsfólks. Ólafur mun einnig ræða mikla aðlögunarhæfni starfsfólks Landspítalans og hvernig hún er grundvöllur árangursins í glímunni við COVID. Gjörðu svo vel, Ólafur. Það er víst betra að vera með spritið á hreinu áður maður síðan sendir þig aftur upp í Landspítala. Sådan og sådan.
Já, komið sæl og kæra þakkir fyrir þessa fínu kynningu. Ég verð að viðurkenna mig brá við orðið aldamót. Það er svona, já, maður er ekki vanur að hugsa beint kannski þannig eigið lífslaup. En kæra þakkir fyrir að bjóða mér og sem fulltrúa Landspítala hingað í dag á þessa áhugaverðu dagskrá. Mér langar til að segja fyrst að þessa dagana er manni mikið þakklæti í huga til í raun mjög margra og þá sérstaklega samstarfsfólksins á spítalanum sem stendur í ströngu. Ég brenn fyrir öryggismálum og gæðamálum og sömuleiðis menntun og þjálfun heilbrigðisstétta og sérstaklega lækna og einnig vísindalegri nálgun að okkar störfum og vísindalegri nálgun almennt. Hefur mikla trú á henni. Ég er svo heppinn og vil nota þetta tækifæri til að þakka Sigríði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar, fyrir samstarfið að öllum þessum málaflokkum, en einn af lyklunum í að okkur hefur gengið vel er einmitt samstarf framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækningar sem er lykilatriði í þessu öllu. Nú, það er áhugavert að velta fyrir sér aðlögun fólks að verkefnum og erfiðum verkefnum og þar kemur sennilega mjög margt til, reynsla, þekking og síðan auðvitað alls konar persónlegir þættir hjá okkur öllum og þetta þekkjum við öll. Og það væri hægt að rifja upp eitthvað dramatískt eða mjög persónlegt en ég ætla nú ekki að gera neitt svoleiðis. En það er hins vegar áhugavert líka að velta fyrir sér fyrir utan áföll sem fólk verður fyrir og svona, hvað lærum við bara af okkar hobby, hvað áhrif hefur það og til að byrja með þá var mér hugsað til þeirra ára fyrir löngu síðan þegar ég var mikið í fjallaklíri og eins og þið sjáið hérna á þessari mynd að þá er heilmikill tindur hérna og þetta er sem sagt Skessuhorn og í þessari ferð þetta var 1983, gamla daga, að þá kliðum við norðurvegginn á Skessuhorni og þið sjáðu þarna leið númer 26 beint upp á tindinn og mér var svolítið hugsað til þessa þegar var að vera að tala um aðlögun og hvað þurfti til að gera þetta. Í sjálfu sér vorum við alltaf að leita að einhverju á þessum árum sem ekki var búið að gera. Við vorum alltaf að leita að einhverju sem ekki var hægt innan gæsalappa og þarna var ég svo heppinn að fá þessa reynslu og með góðum hópi og ég veit ekki hvort ég sjáu myndina að mér hérna uppi ég er ekki beint, lítur út fyrir eins og ég sé 12 ára, en þarna voru sem betur fyrir alvöru reynsluboltar og það þurfti fólk með reynslu til að geta þetta. Það þurfti að gæta fyllsta öryggis, nota línur, fleiga, nota hjálma og allan hennan búnað og þannig fetuðum við okkur bara hægt og rólega upp og enduðum með því að komast þarna á þennan tind. Þetta er bara svona lítil saga líka til þess að rifja upp hvað við höfum öll í rauninni undir beltinu og það er áhugavert að sækja sér í sína reynslu. Það getur verið langhlaup, það getur verið eitthvað á listasviðinu eða hvað sem er. Það þarf ekki alltaf að vera einhver svakalega dramatísk persónleg reynsla í sjálfu sér. En að flugmóðuskipinu og það má auðvitað spyrja svona í einhverju líkingagríni hvort að Landspítalinn sé flugmóðuskip og það er kannski má alveg spá í það. En þið sjáið að tölurnar, starfsemistölurnar, þær eru býsna stórar, sjáið þið, vel yfir 5.000 starfsmenn. Þið sjáið stóra tölur með skurðaðgerðir, sem sagt 15.700, þetta eru árstölur, sjáið þið komur á dag- og göngudeildir og sjáið síðan rannsóknarfjöldan, 2,2 milljónir og meira. Og þetta eru þá þjónusturannsóknir. Þannig er verið að taka blóð úr fólki, taka ræktanir, taka röntgenmyndir og svo framvegis til þess að reyna að finna út hvað er að fólki. Og já, þetta lítur út eins og þetta hljóti að vera þá einhvers konar kannski flugmóðuskip innan heilbrigðiskerfisins. Nú það fæðast hjá okkur 3.000 börn á ári, en það er auðvitað þannig líka að við erum að hluta til endastöð í kerfinu og það þýðir það að það deyja hjá okkur vel yfir 700 manns á ári og kveðja og þar af erum við með, fylgjumst mjög grannt með þessari tölu sem eru 10-12 óvænt dauðsföll á ári. Þannig að titill dagsins, aðlögun eða andlát, hann er ekki í boði fyrir okkur.
Hjá okkur þurfum við að stöðugt að aðlaga okkur að þessum raunveruleika. Það er aðlögun og andlát í tilfelli Landspítalans, þannig að við erum svolítið öðruvísi kannski heldur en aðrir og heilbrigðisþjónustan er öðruvísi hvað þetta varðar. Nú, eins og allir vita þá vinnum við að bjarga mannslífum, við vinnum við að lækna, hjúkra og líkna, það er það sem við gerum. Og aftur í flugmóðskipið að þá auðvitað gengur oft bara býsna mikið á við þessa vinnu alla. Og rétt eins og á herskipinu þá erum við með alls konar vopn og búnað sem við getum beitt í þessari baráttu og flækjustíð er heilmikið. Og ef við leikum okkur aðeins að því að segja þá að við breytum hérna núna USS Gerald Ford, við breytum því í Landspítala eins og við sjáum hérna á þessari mynd, að þá sjáum við að, svolítið gaman að því að hérna, áhöfnin hérna er 6.700 manns, ekkert ólík tala eins og hérna, starfsmenn og nefnendur hjá okkur, en annað er nú kannski pínlítið ólíkt, en þið sjáið að það er áhugavert við svona flugmóðskip, takið eftir hvað kjölfestan er gífurleg. Það er gífurleg kjölfesta í þessu skipi, en við skulum líka taka eftir því að það er svona meira, ef við getum kallað léttleikandi starfsemi á þilfærinu. Það er hægt að henda þarna upp þotum mjög hratt, það er hægt að henda upp þyrlum, það er hægt að varpa örugglega alls konar bátum í sjóinn til þess að fara í einhverjar aðgerðir og sjálfsagt kafbátum jáfnvel líka. Og hérna erum við með svona ákveðna líkingu að ef þetta er Landspítalinn þá getum við í okkar starfi núna, við getum varpað út snöggum spýtbátum sem fara og leysa ákveðin verkefni. Og ef við lítum á það, þá hvað á ég við með því? Jú, við erum ofta bregðast við hópslýsum, það eru þessi skelfilegu rútuslys, það var nú tíma bara, það leið bara ekki vika, það var ekki rúta út af með tugum manna slösuðum og hérna sjáum við þessu upptalningu þá á svona okkar helstu mönnun þyrlulæknana á gæsluþyrlunni. Það er greiningarsveit og sjáum við hér að hér er greiningarsveitin sem er mönnuð sem starfsmönnum bæði frá bráðamóttöku og gjörgæslu að bruna á slysstað þar sem hefur orðið hópslys og greiningarsveitin hún er skipuð lykilfólki sem fer og raunar bjargar að sjálfsögðu en forgangsraðar líka. Og það gleymist oft í þessari umræðu að hvað forgangsröðun á slysstað er óbúslega mikilvæg. Hún sjálf bjargar líka mannslífum. Þannig þetta er greiningarsveitin og síðan erum við með svona óvæntari teymi sem að menn svona vekja svolítið kannski spurningarbítu, lungnahjúkrunarfræðingar. Já, þeir fara út úr spítalanum á hverjum einasta degi í fjölmargar vitjanir og vitja þá sem eru með langvinna lungnasjúkdóma og hjálpa þeim heima, spara þeim það að þurfa að fara niður á spítala og koma í veg fyrir innlagnir sem eru auðvitað gífurlegt verðmæti í bæði siðferðislega en líka rekstrarlega að sjálfsögðu. Þannig að við erum með heilmikla kjölfestu og við getum varpað út og unnið líka inn í starfseminni með mjög svona snögg teymi. Og síðan í þennan jarðveg þá fellur þessi kúla, mér datt nú í hug einhvers konar svona furðuleg jólakúla því ég sá þessa mynd fyrst. En þessi skepna ræðist á okkur eins og kunnugt er og það sem ég er að segja hérna í dag á bara við bylgju 1, það á við þennan bara fyrsta brotsjó. Ég er ekki að tala akkurat það sem er að gerast í dag, það er kannski svolítið önnur umræða. En hún réðist á okkur þessi og féll í þennan jarðveg og hvað gerðum við? Já, það er hryggingum með því að það að umbreyta flugmóðurskipi í spýtbát var sannarlega ekki það sem við gerðum. Og þá er ég náttúrulega búin að eyðileggja hérna titilinn á erindinu mín í dag og allt saman, en sorry, þetta var ekki svona. Við þvert á móti, við byggðum á kjölfestu skipsins og það var algjört lykilatriði í því að þetta gat allt saman gengið upp í bylgju 1. Og hver er þá þessi kjölfesta? Og ég segi eins og fyrirlesarinn áðan að sko, þetta er svona glæra sem að ykkur hlakkar alveg rosalega til að ég lesi núna upp allt sem er á þessari glæru. Þetta er svona léttleikandi er ekki. Nei, það er ekki alveg þannig. Þetta er ekki alveg spennandi upptalning í sjálfu sér. En hún er gífurlega mikilvæg. Og ég ætla aðeins að bara að taka nokkur orð þarna út og
fyrst sjáið þið að þetta allt verkefni sem að við höfum verið að vinna þrotlaust í síðustu 10-15 ár. Og í þennan jarðveg fellur veiru skepnan, má segja. Sjónræn stjórnun og skjáborð. Við erum bæði í rauninni, höfum verið innleiða þá hugsun að vera bara með tústöflur og einfalda hluti til þess að ræða frá degi til dags. Alveg yfir í býsna góð stafræn skjáborð sem innihalda upplýsingar öryggi sjúklinga, lífsmörk og annað slíkt sem hefur klárlega bætt öryggi og eftirlit með sjúklingum. Straumlínustjórnun og stöðugar umbætur, við höfum innleitt þá menningu og erum auðvitað ennþá að því, þetta ekkert af þessu eitthvað sem bara gert og búið. Nú, gæðastjórnunin batnandi hjá okkur. Ég vil vekja sérstaklega athygli á sýkingarvörnunum. Sýkingavarnadeildin okkur svona eins og einhvers konar víkingasveit. Hún fámenn, mjög harðsnúin og hefur unnið algjörlega frábært starf á síðustu árum og þið getið ímyndað ykkur hversu mikilvægt það þegar að COVID kom til okkar. Stöðufundir, ég ætla aðeins að nefna þá á eftir og síðan atriði varðandi samskiptin sem skipta miklu máli og svo þetta allt saman byggt á grunni ákveðnar svona menntunar menningar og vísindalegra nálgunar sem auðvitað grunnurinn undir öllu sem að við gerum. Takið sérstaklega eftir að þessum ramma hér að tímalína menntunar og þjálfunar heilbrigðisstarfsmanna mjög löng og það var einmitt nefnt hérna áðan. Það mikilvægi þess að við höfum þessa þolinmæði fyrir því að þjálfa fólk vel. Fullþroskaður sérfræðingur í læknisfræði eða í hjúkrun fullþroskar þá meina ég tilbúin að leiða flókin verkefni 40-50 ára þar sem að kannski manni sýnist og nú ætla ég ekki að fullyrða það mikið en manni sýnist svona oft í viðskiptalífinu þessi sambærilegur aldur þar kannski nærði að vera jafnvel 30 ár. Þannig að við erum í dálítið ólíkum bransa hvað þetta varðar. Nú, þetta snýst allt með fólkið okkar og framistöðu þess og það sem gerist í COVID og hérna sjáið þið það verið að bregða á leik hérna eins og gjörgæslunni og hérna sjáið þið hjúkrunarfræðing og sjúkraliða hérna í faðmlögum og þetta snýst allt og viðbragð okkar við COVID snýst allt það að fólk með þekkingu, þjálfun, hæfni og kraftmikið viðhorf og síðan með vísindilegan þangagang að það þetta fólk sem í rauninni smíðaði, svona getum við sagt að því við erum með þessa spýtbátalíkingu, smíðaði ótrúlega hratt nýja spýtbáta til þess að leysa þetta flókna verkefni sem að COVID-bylgja 1 var. Nú, hér síðan framhald af þessu að þið sjáið hér þessa frægu Birkiborg, þetta svona hálfgerður kumbaldi sem að á ég notaði orðið kumbaldi heima daginn og dóttir mín bara horfði á mig, býtu, kumbaldi, hvað? Það svona hálfgert húshreysi, það ekki alveg svo slæmt samt. En það þurfti náttúrulega að laga mjög mikið hér til þess að geta breytt þessu í göngudeild COVID. Það hafa allir heyrt göngudeild COVID núna og hún í þessu einfalda húsi hér. Og hérna sjáið þið stjórnendur COVID-göngudeildarinnar, hana Sólveigu hérna niðri og síðan Ragga og Tómas hérna læknana. Og svo hérna mynd af henni Valli, hjúkrunarfræðingi á lungnadeildinni. En sem sagt uppbygging á þessari COVID-göngudeild, hún líka auðvitað, hér þurftu snjallir iðnaðarmenn að vinna mjög hratt í mars og lengur til þess að eins og sagt að rigga þessu öllu upp. Svo sjáið þið hérna í rauninni svona einföldustu tegundina af sjónrænni stjórnun, þar sem við erum að nota bara tústöflu til þess að átta okkur á stöðunni mjög hratt. Hraði var mjög mikill hér. Þetta 12. mars. Þetta 14. mars og það gekk alveg svakalega mikið á hérna. Og þetta eru fyrstu drögin að því að hugmyndum okkar það hvernig við gætum forgangsraðað COVID-sjúklingunum til þess að ráða við þessa bylgju. Þannig að þetta eru svona fyrstu drögin að COVID-göngudeildinni sem að mjög margir komu að því að hanna. Og það að segja hugmyndafræðina á bakvið þetta. Nú, samstarfskona mín, við erum stödd hérna í þessum tíma í mars og samstarfskona mín gerði hérna stólpa grín að mér. Ég nú svona almennt ekkert sérstaklega stressaður maður, en ég var vissulega mjög stressaður þarna og það voru auðvitað margir fleiri. Síðan gekk þetta nú aðeins betur hérna þessa daga og ég fór náttúrulega í fílu yfir því að fá þennan miða hérna og þá var verið að reyna að hressa mig við hérna með því að gefa mér eitthvað skemmtilegra. Nú, hoppum aðeins inn í þessa atburðarás og við erum stödd hérna 1. apríl og í þessari
bylgju 1 og sjáið þið, við erum hérna með 1135 sjúklingar sem við erum að sinna í COVID-göngudeildinni og þetta fólk er heima og fer kannski milli heimilis og COVID-göngudeildar í mesta lagi. Við erum hérna með 35 á legudeildum og við erum með 11 á gjörgæsludeildum og takið þið eftir því að þessi hluti glærunar hér er algjört lykilatriði og hér hefði ég raunin átt að teikna svona ákveðin vegg hérna á milli. Og það sem heppnaðist hjá okkur með þessari forgangsröðun var að halda sjúklingunum á öruggan hátt sem mest í heimahúsi með þjónustu frá COVID-göngudeildinni. Víða erlendis, og þið sáuð fréttir af því, að víða erlendis, þar sem auðvitað þessar tölur voru að sjálfsögðu stærri, í stærri þjóðfélögum, þá flæddi þessi hópur, en maður má vera svo leiðilegur að kalla það, eiginlega oft stjórnlaust bara inn á bráðamóttökur og legudeildir og þið getið ímyndið okkur að áhrifin af því eru alveg gífurlega skemmandi og skaða auðvitað öryggi allra. Þannig að ég held að þetta hafi verið algjört lykilatriði í því hvernig Landspítalanum gekk í bylgju 1 og auðvitað er forvinna sem var unnin af stjórnvöldum og hinu fræga þríeyki og svo framvegis hjálpaði auðvitað gífurlega mikið til líka við þetta. Nú, þetta er eitt af því sem var gert, ef við horfum aðeins á stjórnunina, því að við erum hérna hjá stjórnvísi, að þá sem sagt sjáið þið hérna kannski 3 punkta þessari glæru að framkvæmdastjórn og farsóttanefnd, þar sem eru sérfræðingarnir í farsóttum, funduðu í rauninni daglega undir styrkri stjórn forstjóra og síðan vorum við með daglega fjarfundi fyrir stjórnendur og síðan þessa fundi hér sem eru í rauninni bara daglegir stöðufundi spítalan sem við erum búin að vera að keyra í 5-6 ár. Og ég man alltaf þegar við vorum með fyrsta stöðufundin að þá auðvitað þótti þetta svolítið skrítið fyrirbæri, við vorum að innleiða þetta og það tók langan tíma að svona fá fólk til að vera með á þessum stöðufundum. Lykilatriði þarna er að við vorum búin að innleiða ákveðna menningu með sem sagt daglegt upplýsingaflæði áður en við setjum þennan strúktúr hérna ofan á. Þannig að enn og aftur undirbúningur og jarðvegurinn sem að COVID-bylgjan féll í var með þessum hætti. Nú, alls konar stjórnunarlegar æfingar þurfti náttúrulega að gera í kringum þetta. Hér sjáið þið smitsjúkdómadeildina, hún byrjar á að taka 17 sjúklinga með COVID og síðan kemur lungnadeildin hérna og svo bara koll að kolli. Og hérna í hverjum einasta lið á þessari glæru eru flóknar ákvarðanir hvaða deild eigi að vera næst, hvernig er mönnunin og svo framvegis. Þannig þessi glæra lítur voðalega einfalt út, en útfærslan er flókin í hverjum einasta lið. Hvernig fara sjúklingarnir, hvernig fyllum við hérna gjörgæslurnar, Fossvogur, vöknun í Fossvogi, Hringbraut og svo framvegis. Þannig að þetta var allt saman útpælt og enn og aftur áherslan sem við erum að leggja hérna í dag er að grundvöllur þessar spítalningar brugðist við með skilvirkum hætti var öflugt fólk sem að laga þessi aðstæðum og síðan þessi þrotlausa vinna að öllum verkefnilistanum sem ég sýndi ykkur áðan sem að býr til kjölfestuna. Nú, það er mjög áhugavert fyrir okkur að svona alveg bara líka óháð heilbrigðisgeiranum og meira bara almennt að pæla í því hvernig verður þessi aðlögun til og hvernig aðlaga maður sig og úr hverju er aðlögun einstaklingana samsett og að því að ég hef nú vísindabakgrunn að þá hérna var ég voða sniður og fann upp formúlu fyrir þetta, þannig að vísindamenn þurfa alltaf að hafa formúlur eða ekki. Þannig að aðlögun einstaklinga sama sem X, það er formúlan. Ok, hvað rugl er þetta? X hvað? Jú, að ef maður horfir á þetta og leikur sér aðeins með þetta, þá má segja að aðlögunarhæfnin er samsett úr þessum þáttum hérna, þekking, þjálfunarhæfni, reynsla sjálfsögðu og svo þessir svona persónlegu þættir sem eru auðvitað mjög breytilegir. Og það er svolítið gaman að leika sér með þetta og búa til úr þessu bókstafinn X. Af hverju? Jú, X-ið er svona symmetríst og svolítið stabílt og maður getur ímyndað sér að maður ýtir við því að þá hreyfist það ekki mikið. Og það er kannski mynd grunnurinn undir því að maður geti haft aðlögunarhæfni, að maður þarf fyrst að vera örugur og í stabílli stellingu. Og ef við leikum okkur aðeins með þetta áfram og tengjum þetta bara við íþróttirnar, tengjum þetta við varnarstellingu í handbolta eða íþrótt sem er miklu merkilegri en handbolti sem er körfubolti, að þá sjáum við hérna myndir af 2 körfuboltamönnum
og hérna þessi heimsfrægi LeBron James, besti körfuboltamaður í heimi og hér er íslenskur landsliðsmaður sem heitir Gunnar og þeir eru hérna, það sést vel hérna á LeBron James í hvaða stöðu hann og hann oft eru varnarmenni með hendurnar svolítið meira kannski uppi og þá þetta svona hálfgert X, það ekki? Og þessi staða mjög stabíl og hvert getur hann farið? Úr þessari stöðu getur hann farið í allar áttir. Hann getur farið hratt áfram, hratt aftur og bak, hann getur hoppað og hann getur krækt í boltan hjá andstæðingnum með höndunum eins og þið sjáið. Og það sem kannski punktur með þessari mynd að það engin tilviljun að hann getur haldið út heilan leik í þessari erfiðu stellingu og jafnframt á flegiferð. Það ekki tilviljun. Hann búinn að vera að vinna í þessu í 30 ár. Og það kannski punkturinn með þessari mynd. Til þess að geta verið aðlögunarhæfur þá þarf rosalega undirbúning og þetta á alveg sérstaklega við heilbrigðisþjónustuna þar sem að tímalína þjálfunar svona löng. Nú, árangurinn okkar í bylgju 1 var góður, við erum mjög stolt af þessum árangri og áherslurnar í því vil ég segja að dánatíðni á gjörgæslum var lág hjá okkur í alþjóðlegum samanburði og prófessor Martin Sigursson hefur birt grein þetta. 10 dauðsföll í heild á landinu. Ég vil vekja athygli sérstaklega á árangri COVID-göngudeildarinnar, það hefur verið rætt hana og ég minntist aðeins á hana áðan. Við vorum mjög ánægð að sjá þessi gögn hérna, 0,2% starfsmanna í framlínu með mótefni gegn veirunni sem þýðir auðvitað að varnirnar sem starfsmennir höfðu hafa verið að virka til þess að verja þá gegn veirunni. Þannig að flugmóðskipið komst í gegnum fyrsta brotsjóinn. Sem betur fyrir vorum ekki að breyta neitt í spýttbát, hann hefði aldrei komist þarna í gegn og í dag, ef við værum á spýttbát í þessu verkefni í dag, þá hefði hann sokkið í síðustu viku, svona snemma í síðustu viku einhvern tímann. Nú við erum þekkingarfyrirtæki á Landspítalanum og við erum svona lærdómsnördar, þannig við erum að sjálfsögðu búin að gera heilmikla skýrslu bylgju 1 og við erum með 10 atriði þar samkvæmt aðferðafræði WHO sem að við erum sem sagt að læra af 10 lærdómspunkta, hluti sem við þurfum að bæta og erum núna að nota þar atriði sem við læriðum sem sagt. Og þetta bara bara skjáskot úr þeirri skýrslu, hérna sjáðu tímalínuna í COVID og á hverjum einasta punkti hér eru lærdómstækifæri í þessari tímarás og við sem sagt erum að nýta okkur það heilmikið. Nú, þessi málsáttur á ensku nú hafður eftir Dean Martin, en hann nú hafður eftir reyndar mörgum, meðal annars rithöfundunum Rita Mae Brown líka, nú líklega hún eigi þetta. En það kannski skemmtilegra að setja hann hana með sígarettuna við þessa setningu. Góð dómgreind kemur með reynslu. Nú, hvaðan kemur þá reynslan? Já, hún kemur þá úr slæmri dómgreind þegar maður tekur rangar ákvarðanir og svo framvegis. Þannig að það auðvitað svo mikilvægt í öllum rekstri, sérstaklega flóknum rekstri og sérstaklega í heilbrigðiskerfinu að við séum stöðugt að læra. Og það þarf að gera það með skipulögðum hætti og við áttum okkur öll á því að innan heilbrigðiskerfisins verðum við að vera lærdómsþengjandi en við getum ekki gert það nema á mjög skipulagðan hátt. Við getum ekki haft það kaotískt, við verðum að hafa það skipulagt til þess að tryggja sjúklingunum okkar besta öryggi á sama tíma. Nú, mér langar að segja bara að lokum aftur að manni efst í huga þegar maður að velta fyrir sér þessum hlutum öllum í bylgju 1 að starfsfólkinu okkar og ég vil nota tækifæri og þakka öllum starfsmönnum spítalans fyrir frábæra framgöngu í þessu flókna og erfiða verkefni og takk aftur fyrir að bjóða mér að koma hingað í dag. Kæra þakkir. Takk kærlega fyrir. Hingraðu aðeins hérna ekki ofnálagt en hjá mér. Á meðan að þeir sem að sitja við skjáinn, ég held ég verið að taka þetta svo að heyrist eitthvað í mér almennilega. Á meðan að þeir sem að sitja við skjáinn eru að setja inn hvaða lærdóm þeir hafa dregið af erindinu, að þá langar mig að spyrja þig hérna nokkra spurninga sem að komið hafa inn.
Fyrsta spurningin hvernig hafið þið verið að viðhalda gleðinni og ánægju starfsfólks í vinnunni á þessum tíma? Það mjög góð spurning, sjálfsögðu. Það er auðvitað gert með ýmsum aðferðum, en það er auðvitað líka bara eitt af því sem við erum alltaf að glíma við. Og það er auðvitað mjög snúið fyrir okkur í ríkisrekstrinum að beita til dæmis umbun og slíkum hlutum. Og þetta er auðvitað þekkt umræða og það kannast allir við þessa umræðu. En við höfum beitt svona bara ýmsum aðferðum. Það er ekki eitthvað eitt sem ég get nefnt sérstaklega. En auðvitað er það þannig, kannski í beinu framhaldi af þessari ágætu spurningu, að við á spítalanum, við erum bara þverskurður úr þjóðfélaginu. Og þið þekkið þessu umræðu núna það að allir séu orðnir þreyttir á COVID og svo framvegis. Og við erum ekkert öðruvísi. Þannig að í rauninni, ég myndi kannski vilja víkka út þessa spurningu og segja hvernig getum við í þjóðfélaginu núna hrest upp á okkur öll og þar með talið okkur á spítalanum til að hjálpa okkur að glíma við þessar seinni bylgjur. Það er kannski spurningin og ég er ekki með neitt galdra svar við því en ég held að við þurfum að halda okkur á tánum þar sem við erum en þetta er mjög góð og mikilvæg spurning, allar hugmyndir vel þegnar. Ég ætla að leyfa gestum að þau geti kíkt á svörin við hvaða lærdóm fólk að taka með þetta erindi. Mér langar að koma að einni spurningu áður en við sleppum þér sem ég held að margir hafi áhuga á. Ég geri ráð fyrir að grípa hafi þurft til breytinga á stóra skipinu þó vel hafi gengið. Er eitthvað sem stendur upp úr stjórnunar og skipulagslega séð? Já, þetta er risastór spurning. Ég held að það sem ég nefndi svona hvernig við í rauninni breytum algjörlega, svo í sletti, governance-inum, hvernig við breytum algjörlega aðkomu til dæmis framkvæmdastjórnar og farsóttarnefndar saman. Það er stór mál að gera það og eins að virkja upplýsingaflæðið með þeim hætti sem við gerðum. Ég held að það, svona ef maður horfi bara á stjórnunarlega, að þá var það og síðan auðvitað enn og aftur að þessi stýring öll á mannaflanum kostar auðvitað mjög mikla fyrir og mikla vinnu. Þannig að í rauninni fara bæði stjórnendur, millistjórnendur og starfsmenn að stórum hluta í ný hlutverk og þannig að til dæmis það að setja saman COVID-göngudeildina og rekrútera fólk inn í það að þar með talið mjög mikið af hjúkrunarfræðingum sem störfuðu náttúrulega bara einhvers staðar allt annars staðar, mikið af sérnámslæknum sem voru og eru lykil mannskapur í þessu, að það eru held ég þessi atriði í breytingu og stjórnun sem að kannski gera okkur helst kleift að glíma við þetta. Og þá getur maður spurt hver þá grunnurinn undir þessu, já það er sem sagt, að hafa verið komin af stað í meira gegnsæi, meira sjónrænni stjórnun og í stöðufundunum. Það er svona svolítið undirliggjandi þarna. En síðan er þetta bara náttúrulega massív vinna að rekrútera fólk og það er kannski lykilatriði í þessu. Við þökkum Ólafi kærlega fyrir. Ég ætla svona meðan ég stend hérna ein að reyna að áður en við kynnum næsta ræðumann. Ætla ég að gera hérna aðeins klárt. Næsti fyrirlesari er Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir. Hún hefur unnið hjá Marel í 9 ár, fyrst sem yfirmaður vöruþróunar á Íslandi og í Danmörku, svo sem framkvæmdastjóri Marel á Íslandi og síðan í ársbyrjun þá hefur hún starfað í alþjóðlegri framkvæmdastjórn Marel. Hún leggur mikla áherslu á það að skapa góða menningu þar sem allir geta notið sín og náða árangri, en segir að því þurfi svo að blanda saman við góða ákvörðunartöku og eftirfylgni til að heildar árangur náist. Í erindi sínu þá ræðir Guðbjörg hvernig þau hjá Marel vinna innan þeirra skorða sem að COVID setur og hvaða lærdóm er hægt að draga af því að vinna í aðstæðum sem þessum. Það er áhugavert að Guðbjörg telur fjarvinnu að heiman, eða heimavinnuna eins og sem við þekkjum nú mörg þessa dagana, ekki vera endilega aðalmálið til framtíðar
ólíkt því sem að mörg okkar telja og það verður mjög forvitnilegt að heyra hvað hún hefur það að segja. Vertu velkomin, Guðbjörg. Ég verði eiginlega að byrja á því að taka hérna Ólaf á þetta. Mér líður svolítið sem búin að vera svona undanfarna mánuði, bara ok. En sótthreinsaðirðu bendilinn? Var það komið? Ég ætlaði nefnilega að nota bendilinn og standa hérna. En það er aldrei of mikið. Nei, komið í sæl. Ég verði nú eiginlega enda á sama stað og Ólafur byrjaði. Takk Landspítalinn fyrir ykkar þrotlausu vinnu undanfarna mánuði. og margt sem Ólafur kom inn á sem að ég tengdi mjög mikið við í okkar starfi í Marel. Við erum 6.500 starfsmenn, takk fyrir í dag og þurftum að gera margt sem að minnir svona á það sem Ólafur var að segja. Og annað sem ég tengdi líka við það sem að Hrund var að tala áðan var hvað gildi við notum í ákvörðunartöku. Það var rosa flott, þú veist, hvernig ertu búin að byggja upp ákveðin jarðveg með ákveðinu fólki sem hefur eitthvað reynslu og hvað gildi hefur þetta fólk svo þegar það er að taka sínar ákvarðanir. Og ég tengdi svolítið við það því ég var að hlusta á þau tala, sem hefur búið að vera mjög skemmtilegt hérna. Það var þrennt sem að ég ætlaði að koma inn á og skrítið að standa í svona hálftómum sal. Talandi aðlögun, þetta ekki það var þrennt sem ég ætlaði að koma inn á. Eitt var aðeins að segja hvaða lærdóm við getum dregið af COVID sem stjórnendur, sýna ykkur svo aðeins hvernig við í Marel höfum verið að nálgast þetta og svo lokum segja okkur ég tel að heimavinna sé ekki málið. Og ef við byrjum bara á hvað við getum lært, það er náttúrulega ótrúlega áhugavert að sjá, Þórunn, þú talaðir hana COVID og gjöfina sem COVID hefur gefið okkur. Það er oft í vinnunni brjálað að gera og erfitt kannski að finna út hvernig þú ætlar að forgangsraða og hvernig þú ætlar að ná árangri. Og það var einu svona eitt gamall yfirmaður minn sem sagði við mig, ef þú lærir eitthvað eitt í lífinu, í atvinnulífinu, þá er það að forgangsraða rétt. Og það hljómar rosalega auðvelt að segja það, en það er svolítið gaman að skoða COVID í því samhengi. Þar er forgangsröðunin alveg skýr, vírusinn skal burtu, og mælikvarðinn er rosalega skýr, það er fjöldi smittara, en leiðin þangað er algjörlega óskýr. Hvernig nákvæmlega við ætlum að fara að því að ná niður fjölda smittara, það er allavega, hún breytist, tekur breytingum. Og ég var að hugsa það svona sem, ef þú ert stjórnandi í dag í atvinnulífinu, hvernig getur þú framkallað það í þínu starfi, í þinni vinnu, að það sé ákveðin forgangsröðun, hún er algjörlega skýr, takmarkið er öllum kristaltært og við byrjum núna. Oftast þá við sittum heimadaldi og sagt hvernig ætlum við að skipuleggja þetta, hvernig ætlum við að fara að þessu, hvað er nákvæmlega leiðin. Það er ekki tími til þess, við byrjum núna og markmiðið er skýrt. Og það er eitthvað sem er svolítið skemmtilegu lærdómur held ég að taka af COVID, ekki bíða, ekki skipuleggja, settu bara forganginn skýran og lagða af stað. Og til þess að geta svo takta þetta, þá þarf þetta að vera með algjörlega skýr gildi í ákvörðunartökunni og þá komum við inn á líka það sem Ólafur kom svolítið inn á, að þegar þú leggur svona beint á stað, þá þarf þetta að vera með mjög skýra upplýsingagjöf, mjög skýra ábyrgð í teyminu þínu og vera í rauninni daglega að fylgja eftir málum. Af því þú getur þurft að breyta ákvörðunartökunum daglega þó markmiðið sé alltaf alveg skýrt. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt að reyna að hugsa hvernig get ég tekið þennan lærdóm og yfirfært hann á störf mín þannig að ég nái árangri með þau verkefni sem skipta öllu máli í vinnunni. Við vorum með ég ætla að setja úþelta, við vorum með komin með alþjóðlegt krísuteymi í Marel, vírusinn var náttúrulega fann að láta kræla á sér annars staðar í heiminum á hann og kom til Íslands og svo þegar við erum að byrja á Íslandi þá stillum við upp teymi og þar sem að hjálpaði okkur var að
Það er sett upp teymi hérna á Íslandi og alþjóðlega teymi í rauninni segir þetta er teymið á Íslandi, þið berið ábyrgð á því að taka ákvarðanir fyrir íslensku starfsstöðuna. Þannig að umboðið var mjög skýrt og gildin sem við notuðum voru öryggi starfsfólksins okkar fyrst og fremst. Að fólkið okkar finnist að vera öryggt í vinnunni, að vinnustaðurinn sé að gera allt sem það getur til þess að öryggi og heilsu fólks sé gætt og reksturinn haldist gangandi. Af því það er gríðarlega mikilvægt að halda uppi góðum rekstri, mæta þörfum viðskiptavina og sjá til þess að allt gangi vel. Og þetta leiddi okkur svo bara í gegnum alla vinnuna, alltaf þessi gildi. Hvað er öruggast fyrir starfsmanninn og hvernig getum við haldið reksturinn gangandi? Til dæmis aðskilja framleiðslu frá skrifstofu, bara undir eins. Og skipta upp öllu. Við meira sem fórum í að vera með útiklósett. Þannig að það var algjörlega skýrt hvað starfsmaður pissaði, hvaða klósett, hvaða snertiflötu hann var með, hvað hópum hann tilheyrði. Gengur rosalega hart fram í öllu svona. Og annað sem að Ólafur kom inn á sem við gerðum er að þetta er bara byrjað. Þú ert ekki með planið fyrir framan þig en verkefnið er samt komið á stað. Og þá er það eina sem þú getur gert, það er að halda mjög reglulega fundi og vera með upplýsingamölun kýrskýra. Það er allar upplýsingar upp á borðinu. Við segjum fólki alltaf hvað við erum að gera. Og annað sem er svo kannski sem kemur aðeins inn á það sem Hrund var að tala um í morgun, svo er það ákvarðanatakan. Þú þarfst að taka alveg ofboðslega miklar ákvarðanir og margar ákvarðanir þegar þú ert að takta svona óvissutíma. Það er óvissa, þú veist ekki alveg hvernig þetta fer, þú skilur ekki alveg hvað er í gangi en þú veist að þú vilt vírusinn burt. Og ég held að þetta sé ofta sem reynist erfitt að yfirfæra svo yfir í atvinnulífið almennt eða í þitt daglega líf. Það er að taka ákvarðanir, bera ábyrgð á ákvarðanum sem þú tókst, muna hvaða gildi þú notaðir til að taka þessi ákvörðun, af því það er alltaf ykkur sem segir, já við höfum reynt þetta áður, gleymdur ekki þessu, ertu að grínast, ætlaði að gera þetta svona. Það er alltaf ykkur sem eru þarna og hafa áhuga á að fara þangað og standa á hliðarlínunni og svona gagnrýna þig eitthvað svona pínu fyrir hvað það að gera. Þannig að það skiptir máli að skilja það að þora að taka ákvörðun. Hvað er að taka ákvörðun? Hvernig fylgir hún eftir? Hvað ertu þá ekki að gera þegar þú ert að taka þessa ákvörðun? Og mér finnst það oft vera svona eins og voru að segja, okkur gerist þetta bara ekki. Okkur erum við ekki bara circular economy og allir eru bara í samskiptasamtmálum. Það er eitthvað sem að, það er eitthvað taktur sem við erum ekki búin að finna og það er eitthvað ákvarðanir sem við erum að taka til að svo verði. Þannig að ég tengdi svolítið á það og teymið vann gríðarlega sjálfstætt og við tókum ákvarðanir sem miðuðu að því að láta þetta ganga og hingað til hefur okkur gengið vel, bara svolítið eins og Landspítalunum, bara takk fyrir framlag okkar allra á þessum tímum. Annað sem að því Ólafur sýndi svo svona rosalega flott að glæru tímalínuna, þetta byrjar náttúrulega rosalega dramatískt, þú bara lokar af framleiðslunni, sendir alla heim, við komum upp 3500 heimavinnustöðum út allan heim í Marel, liggum við bara overnight og svo þegar þú ert búin að þessu, að þú getur ekki skipulagt allt verkefni fyrirfram, þú ert búin að þessu, þá fer það að hugsa, ok, er allir viðskiptavinirnir í lagi? Er allir byrgjarnir okkar góðir? Svo þegar þú ert búin að því, þá segirðu, ef ekki að fara að halda online ráðstefnu og tala við fólkið okkur og segja hvað við erum að gera. Þannig að þú í rauninni eftir sem gengur lengra inn í ferlið því svona kannski dýpkar aðlögunin og reynslan og þú finnur svona já, ok, við þurfum að gera þetta núna, já, þetta kemur núna. Þú hefðir aldrei getað skipulagt þetta allt fyrirfram. Og ég var að segja áðan, verkefni byrja núna. Ef þú hefðir alltaf skipulagt allt saman fyrirfram, þá hefðum við aldrei lagt af stað. Þá erum við ennþá að tala hvenær við ætlum að leyfa COVID að byrja. En það bara byrjaði og við þurftum bara að skipuleggja okkur strax og þá kallar fram þessa forgangsröðun, eins og Ólafur var að tala um forgangsröðun og slysstað. Forgangsröðunin verður til og svo keyrir það áfram í gegnum verkefni og þá gerast svona hlutir. Við förum að halda starfsmannafundi online, við förum að afhenda páskaegg með því að stilla öllum upp í svona röð. Við förum að hafa samskipti við viðskiptavinna okkar online, við förum að vera með sýningar á vélunum okkar til viðskiptavinna allan heim, við förum að stilla upp tækjum með svona remote assistance. Þetta allt fór svo á stað og
og þetta einmitt gerist svo líka síðar að hérna glærurnar verða rosalega fínar. Fyrst var þetta bara stuttermabolir og líka krassað á vegginn, ekki labba hérna inn, pissaði hér, svo verður þetta allt rosa flott og glærurnar verða fínar og hérna, það var einmitt eitt sem sagði það í gær, sko þegar COVID var búið, þannig í maí, þá rifum við allt niður og hendum því í rusli. Svo var þetta að við skulum ekki henda því í rusli næst þegar hérna, þegar þessi bylgi búin skulum við ekki henda hann inn í rusli, við getum þurft að nota það aftur og hérna, við erum náttúrulega langt frá því að vera búin. En þá komum við inn á hérna af hverju ég var að segja, nú er ég semst búin að segja ykkur hvernig við getum lært að nýta okkur COVID í okkar daglegum stjórnunarstörfum og aðeins búin að segja ykkur frá því hvernig við í Marel gerðum þetta og þá komum við að lokum og það er svolítið svona balansinn sem kemur hérna þegar þú vilt ná árangri í vinnunni og því ég trúi því að almennt þá vill hver geta labbað inn á vinnustafan sinn, honum líður vel, honum með henni líður vel, er að nýta þekkinguna sína í eitthvað verkefni og það verkefni skiptir máli fyrir heildar árangur fyrirtækisins. Það er bara hérna eitthvað sem við öll viljum og eru hagsmunir okkar allra og ef þú ætlar að setja upp skorður sem að kalla fram að þetta eigi sér stað, þá er eiginlega ekki hægt, finnst mér, að skorða fólk líka í, sko fólk verður að hafa val. Það er ekki margir upp í Marel sem eru búin að segja við mig, herru þetta er frábært, ég vil bara halda áfram að vinna alltaf heima. Við erum félagsverur, okkur finnst gaman að vakna á morgnana og klæða okkur og fara út úr húsi og ytra umhverfi getur ekki verið skorðað svona svakalega til framtíðar. Ég sé ekki alveg að það sé öllum til hagsbóta í rauninni. Fólk finnst gott að vinna á mismunandi tímum, í mismunandi aðstæðum, hvernig kallar fram það besta í hverjum einstaklingi. Ég held að sé ekki með því að festa hann heima hjá sér alla daga. Hérna. Þannig að þess vegna var ég svona ósammála því. Og svo svona lokum, ég var nefnilega í gærkvöldi sko að hugsa hvernig lendi þessu, út af hverju stendi hér og hvað vil ég segja. Ég vil segja ykkur frá reynslunum minni, hvað við erum að gera og hvernig við erum að fara öll í gegnum þetta saman. Og á sama tíma erum við öll að gangi í gegnum eitthvað sem ekkert af okkar hefur gengið í gegnum áður. Við erum að upplifa tíma þar sem eru mikil óvissa sem getur kallað fram vanlíðan hjá fólki og margir þurfa svona, maður þarf svolítið svona að hægja á sér og hugsa hvað er ég þakklátt fyrir og ég veit að þetta er mjög miserfitt hjá mörgum og þá langaði mig eiginlega að segja ég svona pínu við skulum ekki standa og lýsa ykkur yfir og gera of miklar ráðstafanir og telja hlutirnir verði núna svona og hinsegin. Þetta er ég var ánægð að Ólafur endaði með gaur að reykja, þá get ég sagt assumptions are the mother of all fuck-ups. Svo við en gerum ekki ráð fyrir og drögum of stórar ályktanir. Við erum saman í þessu núna og ég held að besta svona, það sem við öll getum gert núna er að hlusta. Hvernig er aðlögun að ganga? Hvernig líður okkur? Er árangurinn eins og við vildum? Hvernig líta tölurnar út? Er reksturinn að ganga vel? Stöndum bara í miðri á, hlustum og tökum ákvarðanir stundum innan dags, stundum fyrir nokkra vikur, stundum fyrir nokkra mánuði, en þannig löpum við í gegnum þetta. Já, Frábært. Þetta var allt frá mér. Ég ætla að taka símmenn, ég man ekki hvort ég að vera með einhverja. Er eitthvað spurningar? Já, ég ætla einmitt að kíkja inn á Slido, sjá hvort að við erum ekki með spurningar til þín. Ólafur fékk spurningana hvernig höldum við í gleðina. Þetta er náttúrulega frábær spurning og það kemur svolítið að þessum aðlögunarpunkti sem ég var að tala að við erum upp á móti straumnum með því að setja alla heim og einangra alla og fólk vill gleði og við erum félagsverur og hvernig heldur í það er svolítið, kemur inn á hana hlustunarpunkt hvar svona gleðjumst við saman eða finnum út úr því og gleðin er kannski ekki núna
risastór ásatíð og geggjur jólagleði og teymispartí, hún er einhvern veginn aðeins öðruvísi en það er alltaf hægt að finna leiðir til að gleðjast. Algjörlega, það er nefnilega alltaf hægt. Alltaf. Það er hérna ein spurning til þín. Er þá sveigjanleg fyrirtækjamenning lykilatriði? Já, þarna er nefnilega gildin sem þú varst að vinna með frá upphafi. Gildin í Marel eru er sveigjanleiki. Það skiptir máli að verkefnin okkar komist áfram og fólk getur nýtt sína þekkingu í þau, en sveigjanleikin er, hluti af okkar minnisstæðmenningu. Og þannig að við höfum hann í rauninni svolítið með okkur þegar þetta byrjar og ýkjum hann alltaf rosalega. Það er reyndar ein hérna sem að vonandi verður ekki of langt mál að svara. Finnurðu mun á starfsfólkinu hjá þér varðandi meiri þreytu og kvíða núna miðað við fyrstu bylgjuna? Finn ég mun núna? Já, sko, við vorum náttúrulega að byrja á þriðju bylgju og mér finnst alveg vera næstu í dagsform. Það er alveg, þú veist, það kom allir svolítið svona fíldjarfir úr sumarfríinu, svo bara bunki, einhvern veginn öll niður aftur og öll upp aftur, en mér finnst við vera svolítið í dagsforminu misjöfn. En það sem hjálpar rosalega mikið þegar þú ert í tíma óvissu er fókus. Er bara að vakna, fá sér morgunmat, klæða sig, byrja að vinna vinnuna sína, mæta fundi, klára verkefni, þá líður dagurinn. Þannig að besta leiðin til að koma sér í gegnum svona er að fókusera á hvað segir maður, daginn. Já, ákveðinni rútínu. Já, þá hefur minni tíma til að láta hugan kannski reika. Já. Takk kærlega fyrir Guðbjörg, þetta var mjög ánægilegt. Ég ætla að fá að taka þetta með rétta meðan ég kynni næsta ræðumann. Já, ég ætla að taka, ég með hennar. Og sjá. Og kannski fæ bendilinn hérna í sóthreinsiturskuna. Meira, hérna. Það er ekkert annað, þetta er bara Takk fyrir lífið í COVID. Aðlögunin, krakkar. Við ætlum að taka hléðin, við erum svona aðeins á eftir, enda væntanlega sitja allir á einhverjum þægilegum stað þannig að þeir geta nú svo sem náð sér í kaffibollan án þess að taka augun af skjánum í neitt tíma til að svona tala Þannig að það kemur nú væntanlega ekki að sök. En við ætlum að fá til okkar fyrirlesara. Yfirskriftin er að kenna gömlum hundi að sitja, breytingar þegar enginn hefur ástæðu til þess að hlusta. Hundurinn þessi hins vegar er ekkert voðalega gamall, en hefur marga ausuna sopið eins og eitthvað segir. Darri Atlason er yfirmaður viðskiptaþróunar hjá sprotafyrirtækinu Lucinity, þar sem hann vinnur við það að breyta vörnum gegn peningaþvætti og notar til þess veit ég meðal annars gervigreind. Áður en hann gekk til liðs við Lucinity þá starfaði hann við stefnumótun og stafræna þróun hjá Íslandsbanka og hann tók líka nýverið við þjálfun meistaraflokks karla KR í körfubolta eftir að hafa unnið til fjölmargra titla sem þjálfari kvennaliðs Vals. Darri hefur ætíð starfað við breytingar, hvort sem það er á hliðarlínu körfuboltavallarins eða í viðskiptalífinu. Yfirskriftin er, eins og ég sagði áðan, að kenna gömlum hundi að sitja, ráð til að kalla fram breytingar þegar enginn hefur ástæðu til að hlusta. Ég veit að ég var mjög forvitin þegar ég heyrði þennan titil. Í því ætlar hann að deila með okkur 3 atriðum sem hafa reynst honum farsæl við að kalla fram breytingar þegar samverkamenn hans hafa ekki endilega séð ástæðu til að breyta. Vertu velkomin, Darri. Takk. Þetta er ég árið 2009 eftir fjölliðamót sem að mér svona getur til að sé í Smáranum í Kópavogi með við hvernig bekkinir líta út. Og þannig að við veist nýloki við að spila á törneringu í 10. flokki. Þessar 2 myndir eru teknar svipa leiti, annars vegar þegar KR verður Íslandsmeistari 2009 og svo hins vegar er Helena Sverrisdóttir, besta körfuboltakona allra tíma sem ég naut þess að þjálfa í Val og henni skipti yfir í KR að skora í 4 úrslitum í Euroleague. Og á myndinni eru merktir sérstaklega Brynjar, Helgi og Jakob sem eru ennþá eða eiginlega aftur leikmann KR. Og
er ég að reyna að þjálfa þá í dag. Hér er tölfræðinni mitt besta tímabil í úrvalsdeild og fyrir þá sem að þekki ekki nákvæmlega svona einstök efnistök tölfræðigreiningar í körfubolta, það eru 0,3 stig, 0,2 fráköst og 0,1 stoðsending, svona það bil 100 sinnum verra en svo sem er leiðandi í þessum tölfræðiþáttum á ári hverju. En þrátt fyrir þetta þá var mér treyst fyrir því, mikill heiður bara og treyst fyrir því svona vandláta verkefni að vera þjálfari meistaraflokks karla í KR og þar er markmiðið alltaf að vinna og í ár er það sömuleiðis mikla breytingar, verkefnið þar að segja. Og þegar að menn hafa áratuga reynslu af því að spila körfubolta á hæsta leveli og muna bara eftir mér trítlandi á göngunum sem bara unga barni þegar þeir voru að spila kannski sitt 4. eða 5. tímabil, að þá er umboðið til þess að kalla fram breytingar eða lifa í aðlögun ekki endilega skýrt. Og þetta hefur svona verið gegnum gangandi á mínum atvinnuferli bæði á körfuboltavellinum og annar staðar. Í háskólanum var ég til dæmis að kenna í MBA-náminu áður en ég kláraði grunnnámið og hjá Lucinity er ég að vinna með sérfræðingum sem hafa svona leitt varnir gegn peningaþvætti í alþjóðlegum bönkum og ég var beðinn að tala mína reynslu í gegnum þessi mismunandi viðfangsefni og nefna þar sérstaklega breytingar eða breytingar út af því að það eru nauðsynlegur hluti aðlögunarhæfni og mér langaði til þess að deila með ykkur 3 atriðum sem að hafa reynst mér vel eða mér þykja skipta sérstaklega miklu máli þegar kemur að því að kalla fram breytingar. Fyrsta atriðið er haltu reipinu strekktu en ekki slíta það. Og þegar ég var starfsmaður Íslandsbanka sérstaklega í upphafi það var mitt hlutverk eiginlega bara bögga fólk varðandi framsendingu og staðfæringu vörumerkisins og hvað við varum að gera í stafrænum miðfagssegnum og þess háttar. Og böggið náði sennilega hámarkið þegar að Helgi Björn vinur minn stormaði út á fundi eftir að böggið var óhóflegt einhvern tímann og þá kallaði þáverandi yfirmaður minn Björgvin Ingi Ólafsson mig inn á fund og sagði mér að mitt hlutverk væri vissulega teima bankann í einhver átt sem að við svona álitum vera rétta en ég þurfti að passa mig á því að halda bandinu strekktu svo hann hreyfðist en ekki slíta það því að þannig verða engar breytingar, eða raungerast engar breytingar. Og þetta vandamál er sömulegis sett fram í bók Adams Grant sem heitir Originals og þar er talað um þetta sem gullbrár vandamálið og hann ræðir að þegar á að raunverulega breytingur og sérstaklega í svona stærri skipulagsheildum að þá megi breytingarnar ekki vera of heitar eða of kaldar, þær þurfa að vera mátulegar og að þó manni þykir það hægfara og kannski pirrandi að þá sé það besta leiðin til þess að láta hlutina gerast jafnvel á sem stöðstum tíma sömuleiðis. Næsta atriði kann kannski að þykja þversögn við það fyrsta en ég er hins vegar alveg handviss það að skipulagsheildir eða fyrirtæki eiga að reyna að búa til kúltúr sem að útrýmir eins og bara kostur er á málamiðlun þegar að vera að velja á milli tveggja andstæðra kosta. Þannig að þegar þú ert að ákveða hvort þú er að fara leið A eða B að þá verði niðurstaðan ekki bara að taka eitthvað meðaltal og fara þangað vegna þess að þú ert að reyna að hlífa þér eða öðrum við því að líða illa. Og þetta er frá manni sem að ég þekki vel en þekki mikið neitt og heitir Ray Dalio og er framkvæmdastjóri Bridgewater Associates og skrifaði líka bókina Principles og setti þetta fram í setningunni Don't compromise the uncompromisable. Hjá Lucinity að þá vinnum við á furðulegum markaði hugbúnaðarvara gegn peningaþvætti og hann er einsleitur og fylgir svona hefðbundnum B2B reglum að mörgu leyti og lítil svona aðgreining oft í formi hvernig vörumerkið er sett fram. Það að við höfum öll svona, fyrsta lagi það að við séum pínu lítil og síðan að það að við höfum öll svona skin in the game gerir það að verkum að ágreiningur innan Lucinity er aldrei pólitískur, heldur
snýst hann hvort eigum við að velja A eða B og af hverju og reynum eftir fremsta megni að forðast þetta meðaltal og þetta ábyggilega að einhverju leyti miklu auðveldara í krafti stærðar en eitthvað sem ég held að flest fyrirtæki ættu að reyna að stefna að því að það leyfir manni að gera hluti sem að skera sig frá markaðnum, sem að stimpla betur inn og skilgreina staðfærslu vörumerkis eða aðgreiningu einhverjar ákvarðanatöku sem að hlýtur að verða mikilvæg þegar maður er að reyna að fá viðskiptavininn til að velja sig umfram aðra. Síðasta atriðið, ég var ánægður, ég sá körfuboltaglærur í öðru erindi sem ég ætti ekki endilega að vona á, kannski fáum við þriðju núna eftir. Sannleikur sem á skipta út, sem er þetta er svona rúfþýðing á Vaguely Held Truths. En þetta kemur sérst frá Daryl Morey sem er framkvæmdastjóri Houston Rockets, körfuboltaliðsins í NBA og hann segir þetta, hann formar þetta svona í viðtali sem hann átti við Zach Lowe einhvern tímann í fyrra og hann er að tala fólki sem hann ræður inn til Houston og hann leitar sérstaklega að fólki sem að trúir staðfastlega á þann sannleika sem það er búið að búa sér til út frá einhverjum gögnum eða upplýsingum eða hvað það er en er tilbúið að skipta skoðun þegar að upplýsingarnar gefa tilefni til. Í grunninn snýst þetta bara að vera tilbúin að skipta skoðun og það er eitthvað sem ég stefni staðfastlega að sjálfur og held að manni sé óhætt að hvetja fólk til þess að gera það. Það er stundum erfitt að kyngja stoltinu en ég held að til lengri tíma litið sé það farsælt bæði persónulega og umfram það. Í körfu að þá lifir maður við stöðuga endurgjöf á allar ákvarðanir sem að maður tekur. Þetta er allt tölfræði úr fyrsta og vonandi ekki eina leiknum sem við KR-ingar spilum þetta tímabil. Og þú kemst ekki hjá því að vera sífellt að skora sannleikann þinn á hólm í því hvernig þú stuttur upp liðinu eða hvernig þú spilar eða hvað þú setur upp. Og ég hef reynt að nálgast þetta í atvinnulífinu sömuleiðis að setja upp þessa stöðugu endurgjöf þannig maður geti verið að endurmeta sannleikann, haldið í hann staðfastlega en að sama skapi verið tilbúin að skiptum skoðun. Og við stöndum fyrir mjög áhugaverið trade-off í körfunni þar sem við erum svolítið að giftast í að vera minni en flest liðin í deildinni og þurfum að vera mjög á varðbergi við hvernig það gengur allt saman. Til að taka þetta saman, þá er þetta 3 atriði, gullbrár vandamálið sem þið getið skoðað frekar í bók Arnold Grant Original. Ég ætla ekki að taka neitt kredit fyrir neitt af þessum atriðum. Þetta er ritstuldur í sinni hreinustu mynd og svo sannleikur sem á skipta út sem kemur frá Daryl Morey. Hann er hægt að finna bara með því að googla nafnið hans og svo málamiðlun sem býr til miðjum og Ray Dalio er hægt að finna á LinkedIn og svo gaf hann nýlega út fyrra bókina Principle sem er sömuleiðis frábær. Ef þið viljið ræða þetta við mig, þá er ég þarna á Twitter og annars er netfangið mitt almennt opið ef að fólk vil ræða eitthvað eða kynnast Lucinity betur eða hvað svo sem það kann að vera. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Við erum hérna með nokkra spurningatíðin, en ég ætla ekki alveg að sleppa þið strax. Nei. Hvaða breytingu ertu stoltastur af á þínum starfs- eða þjálfunarferli, hvað sem að þú hefur náð í gegn? Ég ætla að svara sem tvíhliða, körfunni og í atvinnulífinu. Í körfunni er ég stoltastur af árangri kvennaliðsvals í því að þetta er rosalega lítið atriði. Þetta er árangri kvennaliðsvals í að skjóta boltanum frá 3-stigalínunni. En við komum auga á að þetta væri mælikvarði sem skiptir gríðarlegu máli upp á árangur okkur. Það er að segja contributing factors í að við unnum leiki voru stoðsendingar og 3-stiganýting. Ég reyna að verða ekki of tæknilegur í svari. Þannig að við lögum því líka vinnu í að skjóta boltanum betur á 3-stigalínunni, speysum völlinn betur og alls konar þannig. Og eftir 8 leiki í fyrra vorum við efsta liðið á landinu óháð kyni í 3-stiganýtingu. Og endum hann einhvers staðar í miðri karladeildinni sem er bara markverður árangur fyrir kvennalið. Hinum megin að þá held ég að þetta séu bara framsending vörumerkis Lucinity. Það þurfti mikið þor til þess að fara þessa leið og Gummi stofnandi á náttúrulega mikið hrós skilið fyrir að vera tilbúin að taka vörumerki í þessa átt. En það er miklu þægilegra að gera svipaða hluti og aðrir. En þegar maður er með sannleika sem maður trúir staðfastlega á, að þá held ég að það sé mikilvægt að prófa og breyta svo. Frábært.
Ég bara tek heilsugur undir þessi orðin. Heyrðu, þá bara þökkum við kærlega fyrir mjög áhugavert erindi. Við eigum alveg ábyggilega eftir að heyra meira frá þér og já, báðum vettvöngum í framtíðinni. En þá komið að síðasta erindi dagsins og það kannast ábyggilega margir við kauða, eins og maður segir. Síðasti ræðumaður dagsins áhugamaður tækni, fjölmiðla, lífið og tilveruna. Já, alheiminn líka. Hjálmar Gíslason sannkallaður raðfrumkvöðull og hefur fengist við að stofna fyrirtæki frá unglingsárunum. Hann stofnaði meðal annars og seldi fyrirtæki sitt Datamarket eins og frægt var og nú framkvæmdastjóri Grid EHF. En þar fást hann og samstarfsfólk hans við að færa töflureikna inn í 21. öldina. Þakka þér kærlega fyrir það, Hjálmar. Ég held að ekki vanþörf á. Í erindinu ætlar Hjálmar að tala þær áskorunir og þá aðlögun sem að Grid þurfti að takast á við í breyttum aðstæðum á árinu, einkum í sambandi við fjármögnunarferli sem fór fram með óvenjulegum hætti, en lauk farsællega með $12 milljón fjárfestingu bandaríska vísisjóðsins NEA. Gjörðu svo vel, Hjálmar. Takk fyrir. Já, ætli þessi virki ekki á þetta. Komið sæl. Ég ætla kannski bara rétt að byrja að segja einmitt frá því sem við erum að gera hjá Grid. Okkur finnst skemmtilegast að lýsa því þannig að við erum í rauninni okkur langar til þess að umbylta því hvernig bara venjulegt fólk vinnur með tölur og gögn, en það ferli byrjar í töflureiknum vegna þess að það staðurinn þar sem venjulegt fólk vinnur með tölur og gögn í dag. Og margt meira það að segja. Ég ákvað þegar ég var beðinn að koma og tala aðlögun í COVID-faraldrinum. Það fókusa kannski svolítið á fjármögnunarferlið sem við fórum í gegnum í sumar, sem var mörguleyti mjög óvenjulegt, ekki bara fyrir okkur og ekki bara fyrir Íslendinga heldur fyrir alla, vegna þess að það hefur enginn farið í gegnum svona ferli sem venjulega krefst töluvert mikillar nándar og mikillar persónulegra kynna fyrir en á þessu ári. Og við erum svona með kannski fyrstu fyrirtækjum til að fara í gegnum það. Ég ætla líka samt að segja nokkra svona hliðarsögur af því sem við vorum að gera bara varðandi fólkið okkar og teymið vegna þess að það tengist óneitanlega inn í þetta. Og kannski fyrsta tengingin sú að Grid á Íslandi vegna þess að ég trúi ekki á fjarvinnu. Og það sem ég á við með því að ég bjó í Boston þegar ég ákvað að stofna Grid. Boston á öllum topp 10 listum yfir bestu staði í heiminum til að stofna sprotafyrirtæki. Ég hef ekki ennþá séð Reykjavík á neinum svoleiðis lista, þó að umhverfið sé alltaf að batna. En ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara hingað að hér átti ég sterkt tengslanett, hér þekkti ég fullt af fólki og ég vissi í rauninni bara í axlirnar á hverjum ég gæti pikkað og ég vissi að ég gæti búið til teymi sem gæti tekist á við það sem við vorum að fara að gera. Það hefði líka verið hægt að reyna að gera það með dreifðum hætti eða reyna að gera það í Boston þar sem að tengslanettið mitt var ekki eins sterkt. En hitt sem ég trúi líka sterkt á að snemma í ferlum þegar mikil hugmyndavinna og svo framvegis, þá þarf fólk að vera á sama staðnum. Þá þarf fólk að vera í sama herberginu, það þarf að geta séð líkamstjáninguna hvert í öðru, það þarf að geta teiknað upp á töflu og svo framvegis. Og eins mikið og ég trúi á tölvur og tækni og hef alltaf gert, þá þetta einn af þeim hlutum sem verður ekki tekin í burtu. Ég held að við höfum eftir að vinna meira í fjarvinnu í framtíðinni vegna þess að við höfum séð að það hægt, en ég hef ekki nokkra trú á því að heimurinn sé að fara í þá átt að það verði yfirgnæfandi vinnukerfi. Nú það. Þetta í rauninni það sem ég ætla að segja ykkur frá. Þetta lokapunkturinn. Við tilkynntum núna fyrir rúmum mánuði, 1,5 mánuði þessa fjármögnun sem upp á $12 milljón sem sem var leidd af fjárfestingasjóðunum NEA sem staðsettur í San Francisco og svona einn af 10-15 virtustu vísisjóðum í heiminum. Já, ég held að myndi rekast á hana á öllum slíkum listum. Og svo ef ég fer bara og segja ykkur svona línulega frá því sem við höfum verið að fást við, þá fyrirtækið rétt rúmlega 2 ára gamalt. Stofnaði í september 2018, þá vorum við 2 sem settust niður við skrifborð í Ármúla og byrjuðum að hamra á lyklaborðið. Við fengum síðan strax til liðs við okkur nokkuð öflugan hóp af fólki sem ég hefði unnið með áður og fengum $1 milljón í fjármögnun í október það sama ár, stækkuðum teymið þá strax í 5 manns og héldum áfram vegferðinni.
Það kom snemma í ljós að við vorum á réttum tíma með þessar pælingar okkar vegna þess að það var svona einhvern veginn, heimurinn var, það voru fleiri í heiminum sem voru farnir að hugsa það, að það væri kannski hægt að gera meira með töflureikna og bara svona einfallega með þessi svona, þessum upp á ensku kalla productivity tool, bara þessum við þekkjum sem Office suite-una eða Google Suite eða eitthvað svoleiðis, Google Workplace eins og það heitir síðan í gær, og þar væri tækifæri til þess að gera betur og gera meira. Það var til þess að bara í svona nóvember, desember þá vorum við strax farin að fá heilmikinn áhuga frá fjárfestum á því sem við vorum að gera í að taka næstu skref og ég stóð fram fyrir þeirri mjög óvenjulegu stöðu snemma árs 2019 að við gátum valið úr nokkrum erlendum sjóðum til þess að vinna með í næsta áfanga og nýttum það til þess að velja vel og þar kom með okkur í þetta ferðalag sjóður sem heitir Blue Yard sem er staðsettur í Berlín og fengum þar $3,5 milljón til viðbótar í uppbygginguna. Það sem við erum að gera er frekar þungt á tæknihliðinni þannig að við sjáum fram á það að þurfa að fjármagna fyrirtæki töluvert mikið áður en við förum að fá umtalsverðar tekjur þannig að það þarf að fjármagna þetta nokkuð vel. Komum síðan alfa-útgáfu, fyrstu útgáfunni sem kom í hendur einhverja fyrir utan bara okkar eigin kreðsur, eða bara fyrir utan bara starfsmenn fyrirtækisins í loftið í apríl, þannig að það var rétt rúma hálfu ári eftir að við byrjuðum. Lærðum heilmikið af því, vorum orðin 13 mitt ár í fyrra og komum þá út, mitt ár vorum við orðin 13 og komum síðan út beta-útgáfu fyrir bráðum ári síðan sem hefur síðan þroskast og þróast og erum svona smá saman að hleypa fleirum og fleirum inn í það. Þannig að núna lokuðum þessari fjármögnun fyrir 1,5 viku og í dag eru 20 starfsmenn hjá okkur. Við verðum 25 í byrjun næsta árs, þannig að við erum að vaxa frekar hratt og það væri alveg efni í annan fyrirlestur hvernig við erum að nálgast það stækka svona hratt á svona stuttum tíma og hvernig við tókum það ákvörðun að gera þetta í rauninni mjög hratt og fá bara mikla í rauninni disruption á stuttum tíma frekar en að ráða hægar yfir lengri tíma en það verður bara næst. Þetta var voðalega bein og falleg lína en þetta er einu uppáhaldsmyndunum mínum, svona beinar línur sem segja einhverja sögu þær geta litið þannig út utanfrá en það sem í raun og veru gerist er eitthvað miklu flóknara og það er sannarlega þannig hér. Þannig að nú ætlum ég að taka tímabilið frá því byrjun þessa árs og þangað til núna og leiða ykkur svolítið í gegnum það og taka nokkrar leksíur þaðan. Í byrjun árs vorum við svona frekar smögg eins og þið sjáu þarna. Við þóttust vera með allt í höndunum sem þyrfti til þess að taka næstu skref og fara í öfluga fjármögnunarlotu, byggja fyrirtækið upp ennþá meira og koma því síðan á markað á næsta ári, á 2021. Ástæðan fyrir því að okkur leið svona vel með þetta er að það var, við vorum búin að setja beta-útgáfuna í loftið, við vorum að fá mjög sterka svörun þar við værum að leysa raunverulega þörf og það væri raunverulegur hópur af fólki þarna sem að þyrfti á þessari vöru að halda, væri tilbúin að borga fyrir hana og svo framvegis og við vorum líka að sjá að það var mjög mikið af fyrirtækjum sem er kannski svona í svipuðum geira eða svipuðum kreðsum sem voru að fá mjög sterka og góða fjármögnun. Þannig að við leggjum inn í árið með það. Mér finnst alltaf gaman að segja fólki frá því, síðan við vorum að undirbúa fjárfestingakynningarnar og bara fjárfestingaferlið þessar fyrstu mánuði síðasta árs. Mér finnst alltaf gaman að segja fólki frá því að svona fjármögnunarferli er eins og svo margt í viðskiptum, söluferli. Maður er alltaf að selja, þegar maður sé ekki að selja vöru þá er maður að selja besta fólkinu sem maður þekkir að koma að vinna fyrir sig eða maður er að selja partnerum að verða að koma í samstarf eða maður er að selja fjárfestum að koma í samstarf og fjárfesta í fyrirtækinu. Og öll sölustarfsemi lítur nákvæmlega eins út. Þú byrjar með einhvern lista af prospektum, sumum þeirra passa eða passa ekki, varan er ekki rétt fyrir suma þeirra og sumir sína áhuga og svo framvegis og svo snýst þetta að vinna fólk áfram í gegnum einhver skref og því betur sem maður hefur skilur skrefin og er með þau skilgrein því auðveldur er að loka sölunni. Og í þessu tilfelli þá er þetta reynda þannig að í svona fjármögnunarferli þá snýst þetta nánast að ná bara að selja einum, þannig að það er ágætt, það þarf ekki að, þetta er ekki söluferill þar sem það þarf að selja sem flestum úr hópnum,
En á móti þá kemur það sennilega mörgum á óvart að það voru 110 fjárfestingasjóðir sem voru undir. Við vorum í einhverjum samskiptum við. Þar af talaði ég, eða átti ég fund með að minnsta kosti 70 af þeim í gegnum ferilinn, mörgum þeirra oft. Og það voru kannski svona 12 sjóðir sem voru svona í neðsta skrefinu. Þeir voru líklegir og voru annarkvort ennþá í pípunni þegar við vorum að klára þetta eða sögðu nei einhvern tímann í ferlinu. Svo miðjan mars þá var ég búinn að skipuleggja ferð til San Francisco, ætlaði að fara að hitta fjárfesta sem voru búin að sýna þessu allgóðan áhuga, búin að læna þar upp 11 fundum á einni viku. Svo reyndar fór nú að bera í því á vikuna undan að einhverju voru að færa fundin yfir á Zoom, svo þeir eru búin að loka skrifstofunni sinni. Þannig að ég væri þá að fara til San Francisco og hitta einhverju á fundi en tala við aðra sem eru líka í San Francisco á Zoom og það hefði svo sem verið pínu skrítið. En svo gerist þetta og landamærunum einfaldlega lokað, þannig að það er búið að taka þessa ákvörðun fyrir mig að ég ekkert að fara þangað. Og þarna kannski svona pláss fyrir smá hliðarsögu. Það gekk ótrúlega vel hjá okkur að halda starfsemi fyrirtækisins gangandi. Við vorum nú þegar með náttúrulega allt í rafrænum kerfum, allt sem að raunverulegu vinnukerfin eru rafræn, en hins vegar mikið af vinnunni sjálfri var augliti til auglitis. Það hins vegar vegna þess að hópurinn var vel samstilltur og hafði unnið saman á sama stað, þá gekk rosalega vel að færa allt yfir á Zoom. Og við gerðum það þarna í einhverjar 8 vikur í vor, þá voru mjög fáir sem að koma á skrifstofunni þó við lokuðum aldrei formlega skrifstofunni. Ég held hins vegar að ástæðan fyrir það gekk svona vel er að við vorum búin að vera saman. Ég held að það sé miklu erfiðara að búa til svoleiðis dýnamík ef að fólk hefur ekki haft þann kost. Í öllu falli, þetta gerist þannig að við breytum þeirri starfsemi en við áttum okkur líka á því að þetta á eftir að hræra eitthvað upp í fjármögnunarferlinu okkar. Þannig að fundirnir, bara einn af þessum 11 fjárfestingasjóðum kansilaði fundinum, allir hinnir færðu sig yfir á Zoom. Ég færði mig bara 7 tímabelti til og var bara í vinnunni fram eftir nóttu, eða fram á nótt í þessa viku og tók alla fundina að skrifstofunni. Og fundinni fóru náttúrulega langmestu leyti ekki það að tala orðið það hvað við verum að gera og eftir hverju við verum að leita, heldur hvernig fjármögnunar umhverfið hefði breyst. Og það var einn sjóður sem var bara doom and gloom, bara heimurinn farast og við erum bara hætt, bara hætt að fjárfesta, þangað til að við vitum meira. Það er bara of mikil óvissa, þetta er ekki fyrir okkur. Hinir allir voru svona á því að heimurinn myndi nú halda áfram og voru með svona ákveðið sjónarhorn á það hvað myndi ganga vel og hvað myndi ekki ganga vel. Eða hvað myndi gerast. Í fyrsta lagi myndi færri fyrirtæki fá fjármögnun, í öðru lagi myndi sennilega fjármögnunarrándin verða minni og verðlagningin á fyrirtækjunum lægri. En síðan voru ákveðin trend í því líka, til dæmis fyrirtæki sem að fara af stað núna, tökum okkur sem dæmi, það skiptir ekki öllu máli hvernig alheimshagkerfið áttur að ganga næstu 2 árin, það sem skiptir máli hvernig alheimshagkerfið verður eftir 10 ár og það þannig að það gerir það verkum að það hægt að taka ákvarðanir fjárfestir svona snemma í ferlinu, kannski út frá svipuðum forsendum og í öðru árferði. Hitt var það, eins og ég var að tala áðan, að við erum svona í einhverju speysi sem að kannski var jafnvel að njóta góðs af því að fólk var að sjá að það var meira og meira vinna, var meira og meira að verða rafræn. Við erum ekki samskiptakerfi eins og Zoom eða Slack sem hafa náttúrulega risið, eða Teams sem hafa náttúrulega risið svakalega á þessum tíma. En við erum svona í næstu kategóri fyrir neðan, í svona tólum sem hjálpa venjulegu fólki, venjulegu skrifstofufólki að vinna vinnuna sína. Þetta var útkoman þarna og það sem við áttuðum okkur strax á og svona setti gerði okkur pínulítið nervös, var að við áttuðum okkur því að við þurftum að gera ráð fyrir miklu breiðari hópi af mögulegum útkomum úr þessu ferli. Þannig að í staðinn fyrir að ætla bara að fara og sækja eins og við ætluðum okkur í upphafi ársins, við ætluðum að sækja $8 milljón í það sem við værum að gera, þá ræddum við miklu breiðari hóp af fjárfestum, miklu breiðari mögulegar útkomur. Alveg frá því sem var þar og niður í bara það að fá kannski $2,5 milljón frá fjárfestum til þess að halda þáverandi stærð á fyrirtækinu gangandi inn í árið 2022. Við áttum í rauninni aldrei, við vorum aldrei nálægt, við áttum alltaf pening þangað til mitt næsta ár, mitt ár 2021, þannig að við vorum ekkert í einhverju svaka stressi, en við ákveðum svona nálgast þetta miklu breiðar. Tölum við fullt af fjárfestum þannig í mars, apríl, og síðan í fyrstu vikunni í maí þá hittum við þennan sjóð sem heitir NEA. Þar small eitthvað alveg á fyrsta fundi og kannski það sem réð mest þetta er að partnerinn meðeigendurnir
í sjóðunum í rauninni alltaf þeir sem taka ákvarðanina og sá sem að við hittum fyrst er fjárfestir sem fjárfesti fyrir 17 árum síðan í svipuðu fyrirtæki, lagði þá $5 million inn í fyrirtæki sem heitir Tableau sem að enginn þekkti og það var selt í fyrra til Salesforce fyrir $17 billion. Þannig að hann hafði séð þarna ágætleis rússíbana sem að hann svona matchaði svolítið á móti því sem við vorum að gera því að Tableau snemma var í rauninni að tala mjög svipaða hluti og við erum að tala bara í allt öðru tækniumhverfi og árferði. 16. júní skrifum við undir samning og þannig að þetta tók ekki nema 6 vikur að klára fjármögnunarferlið og síðan tók 2 mánuði eftir það að klára lagalegu hliðina í þessu og þannig erum við sem sagt að skála fyrir þessu. Þetta er eftirmiddag hjá okkur og klukkan er 7 morgun hjá þeim og ég held að það hafi nú aðalega bara verið með einhverja grænmetisshaka í glösunum sínum. En þetta var sem sagt kláraðist núna miðjan ágúst og erum bara á nokkuð góðum stað núna, sjáum 3 ár fram í tímann, munum vaxa töluvert mikið og það sem gerðist einmitt í COVID-inu var áhugavert að startup eins og okkar fóru því að verða kannski einn af áhættu mestu vinnustöðum landsins í það að verða einn af þeim áhættu minnstu því að við sjáum sennilega lengra fram í tímann heldur en næstu því hvert einasta annað fyrirtæki á landinu. Ég ætla bara að fara örstutt yfir 3 leksíur sem ég tók með mér úr þessu og þær eru kannski ekkert sérstaklega stórfenglegar en það var þessi fyrsta var bara að óvissa kalla náttúrulega alltaf á aðlögun og það margir búin að vera að tala þetta en það er kannski að einhverju leyti það skiptir mestu máli að draga bara úr stressinu, það er að segja draga úr að tala fólki í gegnum þetta verður allt í lagi, við finnum út úr þessu og nálgast þetta bara af yfirvegun og rólegheitum frekar heldur en að fara í einhverja panik og gera hlutina allt of snemma og ef maður með það sem ég trúi svo rosalega sterkt á, ef maður með vel samstilltan hóp þá er hægt að fara í gegnum alls konar breytingar og gera allt. Á endanum snýst þetta allt fólkið og hversu vel það tjúnað saman, miklu frekar heldur en einhverjar tæknilega lausnir eða hvað nákvæmlega verið að fást við. Annað sem ég tek með mér úr þessu að við kláruðum þarna þetta fjármögnunarferli án þess að hafa nokkuð tímann hitt fólkið sem endaði á að vinna með okkur örlítið til örlítis. Það var í fyrsta sinn sem þau hafa gert þetta líka og þau voru að læra fullt á sama tíma og eiginlega allir sjóðirnir sem við vorum að tala við. Suma þeirra hafði ég hitt en aðrir voru að reyna svona hluti eins og fáum okkur að borða saman, þeir í San Francisco, eða þau í San Francisco, 7 tímabeltum frá okkur og við á skrifstofunni og einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað kaffispjall eða eitthvað svoleiðis sem var ekkert sérstaklega frábært. Og einn sjóður sem við fórum nokkuð langt með sagði á endanum bara, við getum bara ekki gert þetta nema við náum að hitta, við bara getum ekki byggt upp traust nema að ná að hitta fólk, það er ekki þannig sem að ég, eins og sú sagði sem leiddi það, vinnur. Og síðan í 3. lagi, þó ég trúi, eins og ég sagði þannig, ég trúi ekki á fjarvinnu, þá trúi ég samt að staðsetning í heiminum skipti sífellt minna máli fyrir það sem fólk er að gera. Og það var búið að vera trendu núna síðustu 5 árin eða svo, að bandaríski sjóðir eru miklu meira að horfa til Evrópu eftir tækifærum. En svo bara gerðist það yfir nótt að það skipti orðið ekkert máli hvort að fyrirtæki var í San Francisco eða í annarri heimsálfu. Þú varst hvort sem er að hitta fólki við Zoom, þú varst hvort sem er að eiga sömu samtölun og svo framvegis og við erum að sjá í rauninni tiltölulega mikla, ég veit ekki hvort holskefla er rétt orð, það hljómar pínlega neikvætt, við erum að sjá bara miklu dreifðari athygli í þessum fjárfestingageira, þar sem fólk er til í að fjárfesta út allan heim en ekki eins og það hefur verið, þó það hefur verið að minnka, í svona helstu höbbunum eins og San Francisco og austurströnd Bandaríkjanna, London, Berlín sem hafa svona verið kannski helstu staðirnir. Þannig að þetta er mitt takeaway. Erum við með einhverjar spurningar? Takk hérlega fyrir. Já, ég held að eins og segir, er þetta ekki allt bara gott svona í bland, fjár og heima á staðnum og bara er það ekki ákveðin aðlögun að finna hvenær þetta nýta hvað? Algjörlega, sko það sem að það hafa verið búin til, sérstaklega í tæknigeiranum, ágætt fyrirtæki, bara býsna góð fyrirtæki sem allavega náð miklum árangri á svona helstu mælikvörðum sem maður setur á árangur fyrirtækja sem hafa verið algjörlega dreifð. Það sem að starfsfólki hefur jafnvel aldrei hist. Mörg þeirra reyndar gera það, reyna að gera það þannig að allir ná að hittast einu sinni á ári eða teiminn ná að hittast öðru hverju eða eitthvað svoleiðis. Og það sem náttúrulega gerist þá er að þú hefur öllum
talentpool heimsins að velja. Á móti þá þarftu að venja þá að vinna allt öðruvísi og mörg þessara fyrirtækja, samkvæmt svona tölfræði sem ég hef séð, eru þannig að starfsmannaveltan hjá þeim er miklu hærri heldur en hjá öðrum góðum fyrirtækjum. Vegna þess að það tekur bara svo langan tíma að finna fólkið sem finnur sig í þessum takti, að einhvern veginn fara aldrei á skrifstofu, hitta samstarfsfólki aldrei örlítið til örlítis, vinna kannski verkefni sem eru tiltölulega vel skilgreind af einhverjum öðrum frekar en að taka þátt í svona kreatífu vinnunni kringum að búa það til. Já, og svo náttúrulega ef þú ert farin að horfa á talentpúli globally þá ertu líka farin að horfa á gríðlegan kultúrmun oft sem að getur nú verið heldur betur áskorun. Það eru hérna 2 spurningar til þín. Steinunn spyr, telurðu að leikreglur í hagkerfi heimsins muni breytast eins og margir leiðandi hagfræðingar eru að ýta á eftir? Þetta er stór spurning. Já, sko, þú veist, ég held við séum náttúrulega að læra fullt. Þú veist, ég held að sko það sem að svona ástand gerir er að það sýnir okkur náttúrulega að það eru aðra leiðir. Við erum alltaf, hjólförin er alltaf svolítið djúp og það er alltaf svolítið erfitt að fara upp úr þeim og nú einhvern veginn fór bíllinn upp úr hjólförunum og við einhvern veginn að fatta að það er hægt að gera meira heldur en bara að vera þar. Hins vegar leita hlutirnir náttúrulega alltaf aftur í sama farið. Þú veist, það er bara það sem gerist eiginlega alltaf að heimurinn er miklu fljótar að fara í sama farið aftur heldur en við höldum. Bara fyrir 12 árum í hruninu þá héldum við að allt myndi breytast en það breytist í rauninni kannski miklu minna heldur en bara nokkur hélt. Þannig að þess vegna held ég að þessi tækifæri til þess að taka hlutina sem okkur líkar og halda í þá og reyna að láta þá ekki fara í hjólförin en síðan held ég að við getum nánast gengið út frá því að það sem er ekki tekið þannig tökum fer bara á sama stað og áður með kannski einhverjum smá fráveikum. Vonum að við höldum góðu hlutunum. Já, ég held að við þurfum að vera, ég held að við þurfum hreinlega að gera það meðvitað. Já, nákvæmlega. Jón Gunnar segir til hamingju, hvað er einkennandi eða orsakirnar fyrir því að það small allt saman? Sko, ég held að ég rek það klárlega til þess að hversu vel við náðum persónulega saman við fólki sem var að leiða þetta og við náðum að gera það yfir Zoom. Ég hugsa að og það er kannski stórlega síðan. Það er miklu auðveldara að byggja persónulega tengingar við fólk þegar maður nær að hitta þau örlítið til örlítis og í svona sprotafyrirtæki eins og okkar sem er snemma í ferlinu og í rauninni þetta gengur rosalega mikið út af að fjárfesta í fólki og þeirri trú sem þú hefur á fólki til þess að uppfylla einhverja sýn sem það hefur að þá snýst þetta svo mikið um þetta traust og þessi persónulega tengingu. Þannig að ég regla bara algjörlega í það að hafa náð að byggja þessi tengsl og hafa náð að gera það yfir Zoom sem að stafar að miklu leyti að því að við einfaldlega bara áttum rosalega margt sameiginlegt til að byrja með. Við höfðum mjög sameiginlegan þekkingar bakgrunn og náðum svona einhvern veginn smullum saman á því leveli. Þannig að það þurfti ekki eins mikið af öllu hinu til þess að komast á þann stað. Nákvæmlega. Ég sé að fólk náttúrulega kíkir bara endilega á þetta á netinu. Við erum komið 3 mínútur yfir tíma, en það er greinilegt að það er eitt og annað sem fólk tekur úr erindinu, Hjálmar. Við þökkum þér kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Og enn og aftur til hamingju með þennan stóra áfanga. Takk. Það verður spennandi að fylgjast með framtíðinni. Kæru gestir, við þökkum fyrirlesarunum öllum fyrir frábær erindi í dag. Maður sér það á kommentunum til dæmis bara þegar maður fylgist með á YouTube að fólk er mjög ánægt enda voru þetta alveg frábær erindi. Við þökkum líka þeim sem hafa verið hérna bak við tjöldin og unnið alla vinnuna. Gunnhildur, framkvæmdastjóri, Alla, formaður, Stefán er hérna einhvers staðar úr stjórninni og fleiri, alveg eflaust Ósk Heiða og fleiri sem ég veit að hafa lagt mikla vinnu í að koma þessu öllu á koppinn. Við þökkum náttúrulega ykkur áhorfendum fyrir að vera með okkur. Við vitum alveg hversu freistandi það er að gera eitthvað annað, brjóta saman þvottinn, segja sumir. Ég hef nú aldrei lent í þeim vandræðum að fara að brjóta saman þvottinn þegar það er eitthvað spennandi til að fylgjast með, en sumir eru svo samviskusamir. Ég vil líka bara þakka kærlega fyrir mig fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag og ég segi bara bless í bili.